Sælverði og velkomin á þetta málþing hér í dag og gaman að þið hafið þrátt fyrir þetta góða veður úti hérna gaman að sjá hvað eru margir mættir. Framtíð safna í síbreytilegum samfélögum er yfirskrift málþingsins sem að haldið er í tilefni af alþjóðlega safnadeginum sem var á sunnudaginn og það er FÍSOS, Félag safna og safnafólks, Íslandsdeild ICOM og Safnaráð sem að standa fyrir þessu málþingi. Ég heiti Hlynur Hallsson og hef tekið að mér að vera fundarstjóri hér í dag. Það er hann Hólmar Hólm sem er formaður Íslandsdeildar ICOM sem að hefur málþingið og síðan fáum við hann Jón Ólafsson, prófessor í menningarfræði við Háskóla Íslands, safnið sem átakavettvangur og síðan er það hún Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands sem að kemur hér. Eru íslensk söfn hrædd við víkingar sem menningararfur eða söluvarningur ferðaþjónustunnar. Síðan ætlum við að taka stutt kaffihlé og eftir kaffihlé þá kemur hann David Anderson. Hann er prófessor við Cardiff University og hann verður við erum með upptöku sem var tekin upp í gær af honum og hann ætlar að segja okkur frá ráðstefnu American Alliance of Museums sem hann tók þátt í. Og síðan er það hún Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður samtakanna 78 sem kemur líka. Og síðan ætlum við að hafa pallborðsumræður og á þeim þá taka þátt sem sagt Hólmar, Jón, Guðrún og Bjarndís og síðan bætast við Kristín Halla Baldvinsdóttir, formaður FÍSOS og Þóra Björk Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Safnaráðs. Þannig að þetta verður ansi massíft barasta. En já, við ætlum að reyna að bara keyra þessa ítarlegu og efnismiklu dagskrá hér áfram. Þannig að ég býð bara Hólmar Hólm velkomin hingað upp. Gjörðu svo vel, Hólmar. Mér langar að byrja að segja að nú þegar við komum saman og veltum hérna fyrir okkur þema alþjóðlega safnadagsins 2025, framtíð safna í síbreytilegum samfélögum, horfum við bæði inn á við og út á við. Því að þema tengist jú líka 27. allsherjarþingi ICOM sem haldið í nóvember í Dubai undir sömu yfirskrift. Ég verð svo að fá að skjóta því hérna inn að mig langaði mjög mikið til að þýða þema sem framtíð safna í heimi sem á hraðferð til helvítis eða fara til fjandans eða eitthvað á þá leið. En hvað sem því líður, þá fjallar allt það efni sem ICOM hefur gefið út þemað fyrst og fremst tækninýjungar, kraft ungs fólks og þrjáanlegan menningararf, sem vissulega allt mikilvæg málefni. En í ljósi þeirrar alþjóðlegu krísu sem við stöndum frammi fyrir, erfitt að horfa fram hjá því hvernig samfélögin okkar að breytast á líðandi stundu og við getum ekki leyft okkur að vera hlutlaus. Veruleikinn sá að söfn þurfa nú að takast á við heim sem á margan hátt klofinn, jafnt á hinu pólitíska og menningarlega sviði. Innrás Rússlands í Úkraínu árið 2022 markaði kaflaskil. Hún myndi okkur harkalega á að alþjóðastofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar eru svo gott sem máttlausar gagnvart grimmd og árásarhneigð þjóðarleiðtoga sem vilja heyja landvinningastríð á ný, enda þótt við héldum að slíkur hugsunarháttur tilheyri fortíðinni. Þrátt fyrir viðskiptaþvinganir hefur ofbeldið haldið áfram og heimssamfélagið stendur hjá og horfir á. Svo lengi sem Rússland hefur neitunarvald í öryggisráðinu eru friður, fullveldi og réttlæti aðeins innantóm orð á blaði. Þessi þróun, sem teygir sig vissulega mun víðar og lengra aftur, hefur svo opnað gáttina fyrir önnur ríki að fara sínu fram án þess að þurfa að takast á við raunverulegar afleiðingar eða svara til saka. Ísrael hefur með stuðningi Bandaríkjanna og þar óbilandi stuðningi getað framið grimmilegt þjóðarmorð í Palestínu án þess að óttast viðurlög eða viðskiptaþvinganir í krafti náins sambands við ríkin í okkar heimshluta. Það sem aðrir þjóðarleiðtogar geta ályktað af þessu að það valdið eitt en ekki sammannleg ábyrgð sem mótar söguna. Og þá erum við hin að spyrja okkur, líka við hin sem vinnum á söfnum og höfum þar dagskrárvald, hvenær gerir þögnin okkur samseg?
Raunveruleikinn sá að þetta vandi sem færist sífellt nær okkur. Síðan Trump var endurkjörinn sem Bandaríkjaforseti hefur hann grafið að kappi undan alþjóðlegu samstarfi og skaddað vináttusambönd á milli þjóða, meðal annars með því að hafa í frammi hótanir gegn Kanada og Grænlandi og ógna þannig fullveldi ríkjanna í anda framferðis Pútíns gagnvart Úkraínu. Þetta ekki bara landamæradeilur. Þetta ógnar sjálfum grunnstoðum alþjóðaöryggis. Jafnvel NATO, sem átti að tengja bandalagsríkin saman, að molna innanfrá. Við stöndum frammi fyrir klofningi og æ meiri pólaríseringu, þar sem samkennd víkur fyrir pólitískum og menningarlegum ágreiningi. Og SÖFN geta ekki bara verið áhorfendur. Þema safnadagsins í ár leggur áherslu á atriði sem eru lítt umdeild en lítur hins vegar framhjá brýnnistöðu heimsins. Það gefur ekki rými fyrir þá baráttu og virkni sem SÖFN þurfa nú að sýna, en við getum búið það rými til hér og nú. Ákvörðun að halda næsta allsherjarþing ICOM í Dubai hefur vissulega vakið mikla umræðu og verið erfitt viðfangs, sérstaklega hér á Norðurlöndum. Dubai borg sem margir tengja við mannréttindabrot og takmarka tjáningarfrelsi, sem og ósjálfbæra byggðaþróun, misskiptingu og óráðsíu. Við erum knúin til að spyrja okkur, hvað þýðir það að SÖFN safnist saman þar, á stað þar sem málum svo statt? Valið á Dubai fór fram í gegnum lýðræðislega kosningu innan ICOM, en með tilliti til áherslna nýrra safnaskilgreiningar á inngildingu og sjálfbærni vekur þetta upp áleitnar siðferðilegar spurningar. Við horfum beint í rofið. Getum við tekið þátt í ráðstefnu í landi þar sem sjálfsögumannréttindi eru brotin? Passa það við hlutverk okkar sem menningarstofnana sem tala fyrir réttlæti, fjölbreytileika og mannvirðingu? Getum við setið áhyggjulaus í okkar rýmum eða ættum við sjálfa að endurskoða vettvanginn sem við erum hluti af? Á allsherjarþinginu vert að nefna að þar verður meðal annars fjallað mikilvæg málefni varða framtíð safna og ICOM á heimsvísu. Þar má nefna kosningu endurskoðaðar siðareglur fyrir SÖFN sem miða að því að styrkja faglegt siðferði og ábyrgð stofnana okkar í síbreytilegu samhengi, með aukinni áherslu á inngildingu, virk samskipti og sjálfbærni. Einnig stefnt að því að stækka svæðisbandalagið okkar, ICOM Nord, þar sem ætlunin að taka Eystrasaltslöndin, Eistland, Lettland og Litháen formlega inn í samstarfið. Þetta mikilvægt skref í átt að sterkari norrænni og austur-evrópskri samstöðu innan safnaheimsins og stuðningi við löndin sem eru nálægust okkur og á mörkum Rússlands. Varðandi þær spurningar sem ég þegar varpaði fram verð ég aftur að viðurkenna að ég hef sjálfur ekki svörin. Eins og mörg ykkar þá ég klofin á milli þess að vilja efla þennan alþjóðlega vettvang sem við höfum og hikandi við því að gefa afslátt af því sem við teljum okkar mikilvægustu gildi. En ég held að við þurfum að stíga inn í óþægindin, því að þau minna okkur á að við verðum að beita okkur fyrir því sem við trúum á. Þess vegna alþjóðlegt samstarf og samstaða líklega mikilvægari en nokkru sinni fyrr, einmitt á þessari stundu, og einmitt þess vegna verðum við að spyrja okkur, hvar stöndum við og með hverjum. Í þessu ávarpi mínu bið ég ykkur því að takast á við og horfa í rofið, að horfast í augu við þetta krísuástand sem hefur í raun ríkt án aflát síðan 2020, ekki aðeins sem áhorfendur, heldur sem fólk með atbeina. SÖFN eru staðar til umhugsunar, vettvangur til samtals, staðir til að öðlast þekkingu, skilning og byggja brýr á milli fólks. Nú þurfa þau einnig að vera vettvangur aðgerða, að bregðast við samtímanum og takast á við erfiðu málefnin sem að kljúfa samfélagið okkar innan og utanfrá. Á meðan við ræðum klofning, ógnir og nauðsyn aðgerða vil ég beina athygli ykkar hér að verkinu Glerregn eftir Rúrí sem hér á tjaldinu og mér hefur verið sérstaklega hugsað til þessa verks við undirbúning þessa málþings. Verkið var unnið árið 1984 á tímum þegar óttinn við kjarnorkustríð og valdbeitingu var allsráðandi. Verkið endurspeglar þá ógn sem fylgir því að lifa í heimi þar sem friður brothættur eins og gler. Glerregn samanstendur af 500 oddhvössum glerjum sem hanga í loftinu. Þá var verkið síðast sýnt í Listasafni Íslands sem á verkið rétt rúmu ári eftir innrásina í Úkraínu og var þannig kröftug áminning að þessar ógnir tilheyra ekki aðeins fortíðinni heldur tilheyra það líka líðandi stundu. Til að skynja verkið þarf áhorfandinn að ganga inn í sjálft glerregnið og þræða sig þannig í gegnum hættuna. Það ekki ósvipað því sem við þurfum að gera núna. Sem fulltrúa menning og safna, að stíga þannig inn í óvissuna, í gegnum óþægindin, með vitund að ógnin raunveruleg.
en að við getum aftur á móti ekki horft fram hjá henni. Þetta verk því ekki bara tákn fyrir ógnina sjálfa, heldur líka fyrir hugrekki sem þarf til að horfast í augu við hana. Það krefst nærveru, hreyfingar og virkni, rétt eins og það hlutverk sem söfn þurfa nú að gegna. Í dag munum við heyra erindi frá hópi fólk sem hefur mikla þekkingu á þessum vandmeðförnum málum og þau munu deila sínum hugmyndum það hvernig söfn geta brugðist við þessum stóru áskorunum. Ég legg til að við notum þetta tækifæri til að hugsa út fyrir rammann og horfa á söfn sem hluta af heimssamfélaginu. Til að velta því fyrir okkur hvernig söfn geta orðið öflugri málsvarar fyrir réttlæti, traust og samstöðu í heimi sem á heljarþröm. Við byrjum þetta samtal með það í huga. Viðbrögð okkar við því sem gerist í heiminum í kringum okkur ekki val. Þau eru nauðsyn og afstöðuleysi ekki boði. Ég hlakka sjálfur til að hlusta og taka þátt í umræðinu með ykkur hér í dag. Takk hérlega fyrir. Já, þakka þér fyrir Hólmar og ég ætlaði að benda á að fundurinn líka í streymi, þannig að þetta verður tekið upp hér á eftir. Eitt smá tæknilegu galli að þegar pallborðsumræðurnar verða á eftir þá sem sagt myndavélin beinist bara hingað, þannig að fólk heyrir raddirnar en sér kannski ekki þeir sem að horfa á í streymið sjá ekki fólkið sem að taka þátt í pallborðinu. En við verðum bara að lifa með því. En ég vil hvetja ykkur líka til að punkta hjá ykkur spurningar og athugasemdir fyrir pallborðsumræðurnar vegna þess að það ætlast til þess að þið taki líka þátt í umræðum og getið varpað fram spurningum sem að vakna til fyrirlesarana. En þá komið að Jóni Ólafssyni. Gjörðu svo vel. Já, sælverði og takk nú bara fyrir boðið að taka þátt í þessu, mjög áhugaverða málþingi. Fyrir mörgum árum, þegar ég var enn stjórnarmaður í ágætu félagi sem beitti sér gegn spillingu, átti ég mjög eftirminnilegt samtal við þekktan listamann og hönnuð fjármögnun, lista og leiðir listamanna til að afla fjár. Jón minn, sagði hann, þú verður að athuga það að listirnar þrífast alls ekki nema viss spilling sé fyrir hendi í samfélaginu. Ég hef aldrei verið fanatískur í spillingarmálum eða öðrum málum held ég og hef þess vegna skilning á þessu viðhorfi. Lista- og menningarstarfsemi ólík starfsemi banka og fjármálastofnana, byggjast auðvitað stórum hluta á betli, fæstir ríða feitum hesti frá menningu og listum og söfn og menningarstofnanir eru alltaf háðar vilja fjársterkra aðila, oft pólitískra, stundum opinberra, sem eru tilbúnir til að láta gott að sér leiða, hafa áhuga á menningu eða listum, eða einhverjar allt aðrar ástæður fyrir því að vilja leggja fjármuni í slíkt. Spillingin ekki endilega og aldrei að öllu leyti óvinur menningarinnar. En við vitum líka ósköp vel að í menningar- og listageiranum geta líka verið gríðarlegir fjármunir. Frægustu listamenn verða vellauðugir á verkum sínum og viðburðum og sterk öfl í fjármálum og pólitík geta séð sér mikinn hag í því að tengjast menningu og listum og fjármagna þær. Staða menningar ekki einfalt mál. Annars vegar tiplar hún utan í penningaheiminum og þarf stöðugt á sponsinu halda. Hins vegar leikur hún mikilvægt og stórt hlutverk í samfélaginu og dregur þannig til sín fjármagn. Hún á sama tíma í tveimur mjög ólíkum hlutverkum. Þessi listamaður sem var svo elskulegur að benda mér á þessi ekki alltaf svo ljósu en mjög mikilvægu sannindi, mikilvægu tengsl lista og spillingar, var í rauninni aðeins að hugsa annað hlutverkið. Hann var að hugsa listirnar eins og þær hafa löngum verið, háðarstöðningi og velvilja, hluti af þeirri ásýnd sem konungur og furstar vildu gjarnan hafa uppi gagnvart þegnum sínum og öðrum höfðingjum, sem kepptu að hafa merkilegustu listamennina, vísindamennina, rithöfundana, stjörnuspekingana og svo framvegis í sinni þjónustu. Þannig hefur hlutverk listamanna alltaf verið og tilkoma safnsins sem miðlægrar stofnunar í menningarlífi nútímasamfélagsins breytir þessu kannski ekki grundvallaratriðum.
Menningarlífið og þeir sem starfa við það er alltaf háð tilviljanakenndri velvild þeirra sem eiga peningana og þörf þeirra til að notfæra sér menninguna í eigin þágu. Haustið 2021 var opnuð ný listamiðstöð í Moskvu, GES2, í byggingu sem áður hafði hýst rafstöð. Orkuver fyrst knúið með olíu svo með kolum sem framleiddi rafmagn fyrir sporvagnakerfið í ört stækkandi Moskvuborg. Það var 1907 og orkuverið var byggt í þeim glæsilega stíl sem einkenndi tímabilið, líkara höll en iðnaðar mannvirki, ef ekki væri þessir 4 strompar sem upp úr því stóðu. 100 árum síðar var það orðið úrelt, en hætti þó ekki starfsemi fyrir 2014 og þá þegar var búið að ákveða framtíð þess að verða miðstöð fyrir nútímalist en þó með alþýðlegu ívafi. Innblásturinn átti safnið að hafa frá fyrri tímabilum með því að líta til menningarstarfsemi sem stjórnvöld höfðu staðið fyrir til að veita þegnunum dægradvöl og auka menningarlæsi þeirra á 19. öld, svokölluð alþýðuhús, en á tímum Sovétríkjanna menningarhús eða hús menningarinnar sem starfrækt voru í hverju smáplási og voru mikilvægur hluti af skipulagðri menningarstarfsemi stjórnvalda. Sem sagt, það var vinkað til bæði Sovéttímans og keisaratímabilsins í samræmi við þá sögulegu sýn að rússnesk menning væri ofar bæði byltingu bolsjevika og Sovétríkjum þeirra og einræði keisarans á undan. Miðstöðin staðsett á besta stað í bænum, nálægt Kremlarmúrum, átti í senn að leggja rækt við það sem veri efst á baugi í nútímalist og alþjóðlegum vettvangi og skapa tækifæri innanlands til að njóta hennar og vera framvörður og málsvari rússneskrar menningar og lista. Auðmaður nokkur, Leonid Michelsson, fékk húsið til umráða, keypti það af borginni og listamiðstöð hans, Viktoríu listamiðstöðin, skammstafað WAF-AC, fékk það hlutverk að leggja línur og annast rekstur nýja listasafnsins. Viktoría er dóttir Michelssons. Michelsson er mjög náinn Pútín, hann er ekki einn af vinum hans en hafði langt skeið unnið með og í skjóli eins af bestu vinar Pútíns, Gennadij Timchenko, sem auðgaðist í olíuiðnaðinum. Sjálfur var Michelsson auðugur í gasiðnaðinum, hann er verkfræðingur að mennt og var farinn að starfa sem slíkur á 9. áratugnum. Auður hans er þó, ólíkt því sem segja maður Timchenko, ekki bein afleiðing tengsla hans við æðstu yfirvöld. Michelsson byggði af miklum klókindum upptalsvert veldi sem náði góðri fótfestu 1994 þegar rússnesk stjórnvöld einkavæddu nokkur helstu ríkisfyrirtæki í iðnaði og orkuvinnslu. Svipað leyti fór að bera á miklum áhuga Michelssons á listum, enda þótti við hæfi á þeim tíma að auðmenn temdu sér slík áhugamál. Hann kom sér upp nokkuð góðu einkalistasafni en beitti sér lítið á opinberum vettvangi fyrir 2009 þegar hann setti listamiðstöðina WAF-AC á fót og réði til sín ítalskan framkvæmdastjóra Teresu Mavica og annan Ítala, Francesco Manacorda, sem starfrækti listamiðstöð á vegum WAF-AC í Feneyjum. Það er mikilvægt að hafa í huga að rússnesku auðkýfingarnir sem náðu til sín umtalsverðum hluta af rússneskum þjóðarauði á 10. áratugnum hafa langt skeið verið algjörlega háðir stjórnvöldum. Þeir geta átt það sem þeir eiga ef þeir gæta þess að dansa eftir línu stjórnvalda. Nú er ég aðeins farin fram úr þessu, best að halda þess áfram. Nú kann vel að vera að lista áhugi Michelssons eigi sér dýpri rætur en ég gaf í skyn, en sú menningarstarfsemi sem hann stendur fyrir er eitt af því sem eykur verðmæti hans í augum Kremlarstjórnar og bætir því súrefnisflæðið sem heldur honum rétt eins og öðrum rússneskum auðmönnum gangandi. Ein af þeim söguskýringum eða narratífum sem hefur verið mikið haldið á lofti opinberlega af stjórnvöldum í Rússlandi og fengið af þeim sökum mikinn byr í umræðu innan Rússlands lýsir 10. áratug síðustu aldar sem tímabili nýlenduvæðingar Rússlands. Hugmyndin er í rauninni mjög einföld. Þegar Sovétríkin stóðu veikum fótum, þannig hljómar hún í grófum dráttum,
sáu Vesturlönd sér leik á borði og beindu áhrifum í átt að því að grafa undan rússnesku sjálfstæði á öllum sviðum. Þannig hljómar sagan. Pólitískt, efnahagslega en ekki síst menningarlega, en létu á sama tíma eins og íhlutun þeirra væri í þágu öflugs framtíðarsamfélags í Rússlandi. Í áratug eftir hrun Sovétríkjanna gátu vestrænir aðilar í rauninni gert það sem þeim sýndist í Rússlandi en rússneskir hagsmunir voru fyrir borðnir og svona held áfram. Nýlenduvæðing eða kolonisering Rússlands, samkvæmt þessari söguskýringu, olli því að í byrjun þessarar aldar var tvísýnt framtíð Rússlands. Engin virðing borin fyrir Rússum eða Rússlandi á alþjóðlegum vettvangi, rússnesk sjónarmið og hagsmunir sniðgengnir með kerfisbundnum hætti. Á sama tíma sýndu Vesturlönd Rússum í auknum mæli beinan fjandskap með því að stíga freklega inn á þau landsvæði sem áður höfðu tilheyrt Sovétríkjunum, fyrst Eystrasaltslöndin, svo Suður-Kákasus, einkum Georgía, þá Moldóva og Úkraína, þannig að ljóst mætti telja að ekki aðeins væri öryggi Rússlands viðbrögðið, heldur álitamál hvort Rússland héldi fullveldi sín á sjálfstæði. Ætlunin væri að lama Rússland og grafa enn frekar undan því. Nú best ég ítrekki það að ég að lýsa söguskýringunni en ekki eigin viðhorfum. Svo það sé alveg á reynum. Til að spyrna gegn þessu var gripið til ýmissa ráðstafana strax á fyrstu árum aldarinnar. Reynt var að koma veg fyrir undirróðurstarfsemi, meinta undirróðurstarfsemi frjálsra félagasamtaka sem spruttu upp eins og gorkúlur, fjármögnuð af misjöfnum aðilum á borð við Georg Soros eða beint af stjórnvöldum einstakra ríkja, jafnvel leyni þjónustustofnunum þeirra. Í skjóli fagurgala mannréttindi, félagafrelsi og opins samfélags væru slík félagasamtök með skýr pólitísk markmið sem runnin væru undan rifjum myrkra afla í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum, þeirra sem kenndu sig við frjálslynt lýðræði en hefðu það markmiði að eyðileggja ekki aðeins rússneska menningu, heldur hreinlega tortíma kristinni siðmenningu og koma á ástandi algjörs virðingarleysis við hefðbundin gildi Evrópu. Þannig var sjálfsvörn rússneskrar menningar ekki aðeins spurning Rússland og rússneskt sjálfstæði, heldur gerðist Rússland nú vígi kristinnar siðmenningar í heild sinni. Þegar GES-2 hefur starfsemi sína haustið 2021 þetta söguskýringin eða sögulega narratífan sem listasafnið vísar opinskátt til og í samræmi við það fær fyrsta sýningartímabilið líka yfirskriftina Hvernig má komast hjá koloniseringu eða nýlenduvæðingu. Fyrsta stóra sýningin sem safnið stendur fyrir talar beint inn í þessa narratífu. Til Moskvu, til Moskvu, til Moskvu sýningin sem Ragnar Kjartansson stýrði og vakti alþjóðlega athygli. Sýningin var margþætt og stórbrotin og einn kjarni hennar var kvikmyndaverkefni þar sem íslenskur leikstjóri, Ása Helga Hjörleifsdóttir, stýrði upptökum á 98 þáttum úr bandarísku þáttaseríunni Santa Barbara sem upphaflega var gerð á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Þættirnir voru endurteknir með rússneskum leikurum sem notuðu þá þýðingu á rússneska textanum sem gerð var fyrir þættina á sínum tíma. Þessi bandaríska sería var sýnd við fádæma vinsældir í Rússlandi frá því byrjun árs 1992 og allt til ársins 1999. Fátt rammar betur inn söguskýringuna nýlenduvæðingu Rússlands en þessi sería, ekki síst þegar henni eru gerð jafn snjöll skil og hér var gert. Það má sjá Santa Barbara og vinsældir seríunar í Rússlandi á tvo gjörólíka vegu. Annars vegar út frá þeirri mögnuðu blöndu áhrifa sem vestræn sápa hefur í landi eins og Rússlandi, þar sem mýtur Vesturlönd og leið þrá eftir betri lífskjörum, þar sem flestir hafa líklega algjörlega óraunsæja mynd af því hvernig þorrifólks lifir lífi sínu í vestrinu í ljósi menningar flæðisins en leið íroníunar sem rússnesk menning hefur í ríkum mæli. Þá Santa Barbara ekki hluti af tráma, heldur uppspretta sameiginlegra reynslu sem stendur aldrei í stað, heldur þróast og rennur inn í þroskaferli sem allur þorrifólks á að einhverju leyti sameiginlega. Hins vegar frá hitt sjónarmiðið eða hinn narratífan að sjá Santa Barbara sem talandi dæmi nýlenduvæðinguna. Þegar amerískur sjoppukúltúr ræðst inn í samfélag sem ekki menningarlega undirbúið, niðurlægir það og grefur undan því. Þannig getur listamaðurinn haldið í sína narratífu, þessa jákvæðu, áhugaverðu,
leið og þau öfl sem í raun standaði sýningunni geta líka nýtt hana til að styrkja sína söguskoðun og gefa henni blæ ferskleika þar sem hún verður hluti af alþjóðlegri listasenu undir stjórn heimsfrægs listamanns sem leið óspar á ástarjátningar sína til rússneskrar menningar. Þannig hangir allt saman. GES2 miðstöð fyrir nútímalistir sem þjónar þó ákveðinni söguskoðun og menningararfi sem hún skilgreinir og setur í samhengi. Nú mætti auðvitað spyrja hvað endilega rangt við þessa söguskoðun, burt séð auðvitað frá sumum afleiðingum hennar eins og stríðinu í Úkraínu. Hvers vegna með að Rússar ekki skilgreina tímabil í eigin sögu og hugsa það út frá sögulegri niðurlægingu, geta þeir ekki sjálfir ákveðið hvernig menningararfi þeirra komið á framfæri heima fyrir og alþjóðlega. Svarið við þessum spurningum ekki alveg einfalt. Eitt vandamálið til dæmis hvað Rússar nákvæmlega eru. Erum við að tala herraþjóðina sem ræður ríkjum á landsvæði sem nær frá Eystrasalti til Kyrrahafs þar sem hundruð annarra þjóða eiga líka heimkynni og menningu. Eða erum við að tala hina miklu menningarþjóð sem hefur fært heiminum stórbrotin bókmenntaverk og önnur listaverk og svo framvegis. Annað vandamál og í mínum augum stærra sú staðreynd að undanfarin 25 ár hefur fámennur hópur fólks verið við völd í Rússlandi og ráðið öllu. Ekki aðeins á sviði stjórnmála og efnahagsmála, heldur líka geta mótað söguskoðun og menningararf með sínum hætti. Rússnesk söguskoðun ekki afrakstur raunverulegra umræða, rannsókna á sviði háskóla og vísinda eða opinbera átaka ólíkra sjónarmiða menninguna, heldur byggð á ákaflega þröngri sýn fáeinna einstaklinga með takmarkaða yfirsýn og allt of mikil völd. Þegar Vladimir Medinsky, menningamálaráðherra og löngum söguspekulant ásamt einum nánasta ráðgjafa Pútins á þeim tíma, Vladislav Surkov, lagði til meiriháttar endurskoðun á rússneskum kennslubókum fyrir grunnskóla í sögu, olli það í fyrstu andstöðu og mótmælum meðal rússneskra sagnfræðinga og sögukennara. Þetta var í kringum 2012, en slík andstaða heyrist hvergi í dag, enda löngu búið að koma því rækilega til skila að öll umræða getur aðeins haft óþægilegar afleiðingar fyrir það fólk sem svo vitlaust að vilja taka þátt í henni. Þegar GES2 var komið á fót mátti öllum vera ljóst að yfirlýsingin samkomuhús menningarinnar, menningarhús, domkultúri eins og það heitir á rússnesku, var í besta falli létt írónía, í versta falli alvarleg sjálfsblekking. Miðstöðin, það mátti ekki heldur kalla hana safn, hún átti að vera samkomustaður eða höfn lista- og menningarlífs, ekki menningarstaður alþýðunar, heldur sérhönnuð sýningamiðstöð til að flytja menningarsýn og söguskoðun stjórnvalda sem fyrst og fremst framleidd og sett fram af Pútin sjálfum og skósveinum hans Medinsky og Surkov. Viðtakendurnir ekki fyrst og fremst rússneskur almenningur, heldur menningarelítan sem ekki gleypir söguskoðunina hráa frá bílstjóranum í Kreml, heldur þarf að fá hann að ferða í búning alþjóðlegra nútímalistar, þar sem erlendir listamenn í forgrunni. Leið, eins og kom glögglega í ljós þegar miðstöðin var opnuð, nær hún út til alls heimsins, alls ekki eins og hvert annað domkultúri í Moskvu, heldur alþjóðleg listamiðstöð sem lætur að sér kveða og býður upp á viðburði sem ná til alþjóðasamfélagsins. Teresa Manica, sem var framkvæmdastjóri VAF-ASSIE þangað til rétt það leyti sem fyrsta sýningin var opnuð, sýning Ragnars, lýsti stefnunni svo að miðstöðin væri ekki pólitísk. Því pólitík snerist jú daginn í dag. Við erum að hugsa framtíðina, sagði hún. Jafnframt pólitísk og yfirskriftin nýlenduvæðinguna hljómar þessi yfirlýsing óneitanlega skringilega. Hvað framtíðin ef hún ekki pólitísk? Sagan af VAF-ASSIE og GES2 til marks hvernig safnamiðstöðvar og menningarstofnanir þjóna markmiðum sem gjarnan eru falin í mælskulist sem hylur að vissu marki þá orðræðu sem hún þó ýtir undir og leikur leið lykilhlutverk í að móta söguskoðun og sýn á menningararf sem undir vissum kringumstæðum verður snar þáttur í því hvernig stjórnvöld réttlæta gjörðir sínar og pólitík, þar á meðal hernaðaraðgerðir. Það ekki ætlunin hér að gagnrýna þá íslensku listamenn sem voru í forgrunni þegar GES2 opnaði, auðvitað má alveg gagnrýna Ragnar og aðra, ég bara ekki hugsa þann vinkil hérna, en listamennirnir þurfa að skilja til fulls hvaða áróðursmarkmiðum
verk þeirra þjóna þegar þau eru komin inn í samhengi þar sem ómælt fjármagn er til staðar og allir vegir færir. Hvað skýrir slíka dásæmd? Menningarpólitík stórveldana á kaldastríðsárunum hefur á síðari áratugum oft verið sett í samband við hugtakið soft power, notkun hinna mýkri meðala til að ná fram pólitískum markmiðum eða minnst kosti styrkja þau, skapa þeim jákvætt samhengi og umgjörð sem fólki getur fundist aðlaðandi og jafnvel heillandi. Þannig komu Sovétríkin sínum listamennum ötullega á framfæri á Vesturlöndum á kaldastríðsárunum með áherslu á allt annað en hugmyndafræði eða átök við vestrið. Sovéskir listamenn sem hlutu alþjóðlega viðurkenningu voru gjarnan látnir ferðast fyrir hönd landsins þar sem háttbrúð framkoma og áhersla á gildi klassískrar menningar og listar var í hávegum höfð. Á sama tíma reyndu Bandaríkjamenn að nýta sína frægu módernista eins og Faulkner í bókmenntum og ýmsa myndlistamenn, einnig heimsþekkta tónlistamenn á borð við Louis Armstrong. Þessi listamenn tóku viljugir þátt í áróðurstríðinu, líklega meðal annars vegna þess að þeir trúðu á málstaðina minnst kosti einhverju leyti. GS2 var í upphafi líkt við soft power því opnun þess þótti einmitt benda til viðleitni í þá átt að hálfu Pútins. Á sama tíma eins og bent var á voru Rússar að massa herliði við úkraínsku landamærin. Kannski fannst einhverjum þess virði að lofa framtæki vegna þess að það virtist gefa viss fyrirheit að aðrar leiðir en valdbeiting og hernað ætti að halda rússneskum sjónarmiðum á floti og vinna þeim fylgi. En það var ekki það sem í vændum var. Í stað þess var menningarstarfið angi af miklu stærra plani endurreisnarinnar þar sem Rússland gæti styrkt menningarlega stöðu sína og sýnt að þar væri vettvangur ekki bara þjóðlegrar upphafningar klassískra gilda og hefðbundinnar afstöðu til lífsgildana heldur hins besta í nútímalist líka. Teresa Mavica, framkvæmdastjóri Wafa-C sem sagði af sér í desember 2021 en hélt áfram að styðja sinn mann, Leonid Mikkelson, haslar sér nú völl í heimaborg sinni Napoli þar sem hún stýrði nýlega sýningu í lítilli nútímalistamiðstöð Made in Cloisters en hvað ætla sér stærri hluti þar í borg. Hún sagði viðtali við Art News fyrir nokkrum dögum að sér þetta Vesturlönd hafa komið hraksmánarlega fram við rússneska listamenn eftir innrásina í Úkraínu. Hún segir að þeim finnist þeir illa sviknir og muni seint fyrirgefa vestrænum stofnunum fyrir að hafa útilokað sig. Ummæli hennar eru í samræmi við þá afpólitíseringu listana sem hún hélt fram það leyti sem sýning Ragnars Kjartanssonar hófst. Listin sé ekki pólitík, heldur framtíðina og listamenn beri þess vegna enga ábyrgð á ævintýramennsku eða beinu ofbeldi stjórnvalda. Ég held að það sé mjög gagnlegt að horfa til Rússlands, ekki vegna þess að við eigum að taka okkur það til fyrirmyndar, heldur vegna þess að rússnesk stjórnvöld eru dálítið á undan okkur. Harðstjórnin og einræðið þar gæti svo hæglega breyst hér í einhverju mynd og við sjáum það nú þegar í löndunum í kringum okkur. Eitt helsta einkenni þess stjórnarfars sem rennur undan rifjum popúlisma og birtist í einræðistilburðum þegar tækifærin opnast einmitt ríkur vilji til að ná tökum á menningar og listalífi. Við erum heppin hér á landi að því leyti að enn ber svo lítið á þess að fólk hlæra því frekar en hafa því áhyggjur. Ákafur áhugi eins forsætisráðherra hér fyrir nokkrum árum á skipulagsmálum og varðveislu gamalla húsa og minja víða land, þótt í mesta lagi skondin. Frekar að fólk hafði áhyggjur af forgangsröðun verkefna en að áhugin og viljin til íhlutunar væri áhyggjuefni. Einn gamalreyndur listrænn stjórnandi segir stundum skemmtisögu því þegar einn af hennar helstu fjármögnunar aðilum reyndi stíft að fá hana til að skipta út nútíma dansflokki fyrir búlgarskan þjóðdansahóp og listahátíð. Hún lét hins vegar ekki stjórna sér og svo framvegis. En menningin og sagan hætta að vera skemmtiefni að þessu leyti þegar völdunum ná aðilar sem þurfa á því að halda að laga söguna og menningarlegan skilninga sínum þörfum. Listin og menningin eru auðvitað alltaf pólitísk og eiginlega stórpólitísk og það er þess vegna sem valdsæknir stjórnmálamenn ná tökum á narratífi menningarinnar, vilja ná tökum á narratífi menningarinnar, taka það úr höndum samfélagsins, taka það úr höndum hinna skapandi hópa, sérfræðingana og svo framvegis. Þar liggur nákvæmlega togstreitan. Leið og stjórnvöld eða stórfyrirtæki diktera
narratív eða söguskoðun, menningar og lista en hinir láta sér nægja að útfæra vilja leiðtogana, þá frumkvæði listamanna og sama gildir auðvitað rithöfunda og fræða og vísindafólk á bak og burt og menningin orðin þjónn valdhafa. Það má líka að einhverju leyti, það má taka að einhverju leyti undir það með hönnuðunum sem ég vitnaði í hér í upphafi, að listirnar þrífast á vissi spillingu, en spillingin auðvitað gefur menningunni ákveðið færi sem einræðisstjórn gerir ekki, lítilsháttar spilling, tekur ekki valdið við narratífunni af hinum skapandi greinum og krefst aðeins meiri útsjónarsemi, kannski líka skopskins. Menningin ekki heilög, en hún átakavettvangur og það þurfa allir að skilja nema fólk sé sátt við það að hafa það eingöngu að markmiði að þjóna. Og takk, ég hætti ekki hér. Já, þakka þér fyrir, Jón. Afar áhugavert og ég vissum að það margar spurningar sem hafa vaknað sem við getum beint til Jóns á eftir. En þá komið að Guðrúnu Whitehead. Gjörðu svo vel. Ekki allir til í smá víkingadram? Þessi mynd var tekin á Lofoten í Norður-Noregi, notabenni. Það sem að gestir geta komið og siglt borð í víkingaskipi og pröfað hvernig það talandi skemmtilegt drama og sýningu. Það mjög gaman, ég mæli með því. Mér leið eins og víkinga. Ok, þá byrja tíminn. Árið 2022 mætti Víkingafélagi Rimmigigur á Þjóðminjasafn Íslands og landnámssýninguna Aðalstræti. Boðið var upp á glímu, hnefatafl, leiki, handverk, knattleik og fleira. Öxum var kastað og örvum skotið í mark. Börnum á Þjóðminjasafninu var boðið að klæðast víkingabúning og pröfa að handleika vopn og skildi. Á meðan almenningur tók þessari dagskrá vel, leið ekki á löngu þar til óánægjuraddir voru að láta heyra í sér í fjölmiðlum. Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur, sagði að það væri opinberum stofnunum til skammar að taka þátt í slíkri skrumskælingu og kjánalegri söguskoðun. Íslendingar hefðu ekki verið neinir víkingar. Í mesta lagi hafi hingað komið fáeinir uppgjafamenn aldraðir. Ofbeldið, bætir hann við í viðtali við Fréttastofu, hefur alltaf haft vissan sjarma yfir sér. Maður hefur gaman að því að lesa glæpasögur og menn geta gert þetta að gamni sínu að skálda upp víkingasögur. Sviðsettan víkingaviðuregn á opinberum stofnunum ala því á ranghugmyndum sögu og uppruna landsins. Einar Kárason, rithöfundur, á andvörðu meiði. Á Facebook síðu sinni segir hann að á meðan orðið víkingur hafi upprunalega verið notað ribbalda sem landnámsmenn vissulega voru sumir, hafi orðið fyrir löngu síðan breyttu merkingu og tákni í dag alla útrás frá Skandinavíu á víkingaöld og hafi náð hámarki á árunum í kringum landnám Íslands sem fór fram á víkingaskipum. Einar heldur áfram. Menn segja að þetta hafa bara verið bændur, en þegar bændur bregða búi og sigla á haf út til að nema ókunnug lönd, þá eru þeir orðnir eitthvað meira en það. Og þau lögðust allavega ekki í bónda. Í athugasemdum við færslu Einars fer svo fram lífleg umræða það hvað felist að leggjast í bónda, þrælahald og hvort Íslendingar séu víkingar. Umræðan það hvort að Íslendingar séu víkingar eða ekki enn í fullu fjöri. Í kjölfarið af því að bókin mín víkingasöfn og sýningar á Bretlandseyjum, Íslandi og Noregi kom út í ágústi fyrra, 2024, smá auglýsing, var ég spurð að þessu í hverju einastu viðtali, spjalli og viðburði. Við höfum sem þjóð ekki myndað okkur fyllilega skoðun þetta mál. Ástæðan vissulega sú að merking og tenging okkar við víkinga hefur breyst ekki síst í kjölfarið á hruninu, sem hafði þar afleiðingar að Íslendingar þurftu að endurskilgreina sjálfsmynd sína sem þjóð. Með auknari ferðamannastraum hefur Ísland einnig þurft að taka þátt í alþjóðlegu samtali notkun og misnotkun norræns menningararfs. Hvað felst í því að vera víkingur í dag? Eða að vera komin af víkingum? Í þessum fyrirlestri mun ég fyrst fara stuttlega yfir það hvernig samband Íslendinga og víkinga hefur breyst frá því eftir hrun og í ljósi aukinnar ferðaþjónustu.
Næst lýsi ég birtingamynd eða ósýnileika víkinga á íslenskum söfnum og nefni dæmi erlendis til samanburðar. Loks hugleiði ég hlutverk safna í ljósi samfélagslegs rofs, krofum að þau taki virkan þátt í samfélagslegum umræðum lýðræði og jafnrétti og að þau stígi út fyrir ramma ímyndast hlutleysis. Þetta verður rætt með hliðsjón af umræðum víkinga. Eru víkingar íslensku menningararfur eða innantóm söluvarða ferðaþjónustunar eða eru þau kannski eitthvað allt annað? Hvernig má nota víkinga sem vissulega hafa numið land í íslensku samfélagi á áhrifaríkan hátt samfélaginu til bóta og af hverju skipti það máli að söfn hætti að óttast víkinga og nýti það samfélaginu til framdráttar? Ég ekki búin, ég bara reyna að finna næstu klári. Þannig. Það tvennt sem hefur gerst hér á undanförnum árum sem ég tel mikilvægt í umræðinu framtíð safna í ljósi víkingafæðingar. Í fyrsta lagi það breyttur skilningur á hugtakinu víkingur síðan eftir hrun. Í öðru lagi söfnum ekki einungis leyfilegt að taka sterkari afstöðu gagnvart miðlun á safnkosti, það krafa af hálfu safnafræðinnar, siðareglna ICOM og að minnstakosti hluta almennings. Áskorunum felst í því að svara þessu kalli á sama tíma og fariði varlega með þá ábyrgð sem söfnin bera gagnvart menningararfinum og þeirri þjóð sem þau starfa fyrir. Fyrst ágætt að fjalla örstutt breytta ímynd víkinga í íslensku samfélagi sem sannarlega hefur tekið stakkaskiptum, ekki síst út af þessum auknum ferðamannastraumi. Það því óneitanlega rétt að víkingar eru söluvarningu ferðaþjónustunnar sem hér á landi hefur markasett landi út af það sem að vekur áhuga fólks í hinum út í heimi og það óspillt náttúra og víkingar. Það má segja að lengst framan af hafi Íslendingar lítið kennt við víkinga. Þeir sem hér byggðu land voru landnámsfólk og sögupersónur Íslendingasagna, persónur sem endurspegla ídealiskar hugmyndir hvað það þýði að vera Íslendingur, voru íslenskar hetjur óskyldar víkingum dægumenningarnar, eða illmenni að sjálfsögðu líka. Þetta átti eftir að breytast. Hrunið hafði umtalsverð áhrif á sjálfsmynd Íslendinga, útrás af víkingar reyndust vera víkingar sem ullu djúpri efnahagskreppu í landinu. Okkur var sagt að besta leiðin fram við væri að verða meira íslensk, standa stormin á okkur með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu á vopni. Þetta Geir Haarde, muni eftir því. Við áttum nú að vera að versla íslenska matvörur, þú veist hvaðan þær koma, ganga í íslenskum lopapeysum, ferðast innanlands og eiga notalega stundir heima í stofu með fjölskyldinu en ekki út í búð. Hinn nýji Íslendingur var fjölskyldumanneskja, meðvitaður neytandi sem heimsótti Íslandsperlur ekki heita strendur Tenerife. Tryggja átti að konur fengi nú að stíga fram og leiða samfélagið í átt að bjartari framtíð nú þegar karlmennirnir höfðu brugðust þjóðinni. Mér finnst þessi æsif auglýsing alltaf vera svolítið góð því þið sjáðu henni illa en þarna konan sigri hrósandi með fána á meðan karlmaðurinn eiginlega bara á leiðin að henda svo út í sjóinn. Samhliða alþjóðlegum fréttaflutningi veika stöðu íslensku krónunnar voru sýndar dásamlega náttúrumyndir sem gáfu áhorfendur til kynna að nú væri rétti tíminn til að ferðast til Íslands. Ferðamannastraumurinn jókst skyndilega og nú þurftu að hugleiða betur afþreyingu fyrir allt þetta fólk umfram að stara á Gullfoss, Stuðlaberg og Lunda. Það lá mjög greinilega fyrir að nýta norrænar menningar á þjóðarinnar og voru áhrif víkingavæðingarinnar augljós og víðfeðm. Í dag má finna víkinga í hverju einustu minjagripaverslun eða lundabúð. Plasthjálmar og prjónaðir hattar með hornum seldur víðsvegar, sömuleiðis vopn, axir, sverð og skildir. Við seljum víkingaupplifun, veitingastaði og matvörur, svo sem Feed the Viking kjötsúpur, seljum ost, te, krydd, harðfisk, víkingapilsur og víkingahandverk. Svo ég tala ekki víkinga áfengið. Það getur enginn mist af því að Ísland víkingaland þegar þeir stíga niður í Keflavíkurflugvelli og þeim boðið að drekka víkingin úr flöskunni. Ég veit ekki hvað það þýðir. Vitið þið það? Ég bara skildi ekki ennþá. Áhrifin af þessari innrás víkinga á hversdagsleika og umhverfi Íslendinga svo að þeir hafa nú öðlast sess í þjóðarsalmi. Mér sérstaklega minnistætt Evrópukeppnin í knattspyrnu 2016 þegar Andri Þór Sturluson skrifaði, og það stendur hérna á glærunni,
Eftir gríðarlega niðurlægingu þegar uppkomst ráðamenn okkar í skattaskjólum og forsætisráðherra niðurlæði sig í fræga Wintris-viðtalinu fyrir framan allan heiminn, voru það nokkrir hörku vinnusamir tuðrusparkarar sem endurheimtu sjálfstraust þjóðarinnar og sýndu heiminum að við erum ekki bara spilltir fjármálabógar í jakkafötum. Við erum fá, dugleg og leið og við erum vanmetin, þá völdum við yfir ykkur. Hvorsu það á fótboltavellinum eða á fjármálamörkuðum. Veit ekki alveg hvað hann að segja þessa fjármálabófa. Erum við stolt af þeim eða ekki? Ekki má gleyma forsíðu Times árið 2018 sem skrifaði eftirfarandi fyrirsögn í ljósi velgengni Íslands í HM í fótbolta. The little country that could, how tiny Iceland crashed the party. Þú sjá þarna þennan alina víking snúa baki í okkur. Hann væntanlega að horfa fram í tíman. Já. Víkingavæðing Íslands hefur einnig haft áhrif á söfn, setur og sýningastarf. Dæmi einkareikissafn sem ekki hræðist að bjóða upp á víkingastemningu yfir sögusafnið, og jú, við getum kallað það sýningu, en það kallað sjálfsísafn, sem óhrætt að bjóða gestum að ganga meðal víkinga eða walk amongst the Vikings, sem spyr gesti hvort þeir séu sannir víkingar og manar það til þess að fara í víkingaklæði, halda á vopni og smetla mynd fyrir samfélagsmiðla. Aðrir geta þá dæmt víkingaburði þeirra. Eiríksstaðir eru annað gott dæmi, en á heimasíðu safnsins segir None of the history here at Eiríksstaðir is locked away behind glass. In fact, you are encouraged to experience everything up close and personal. Sit down on Viking furniture as you listen to history and sagas by the fire, swing a sword, watch as wool is dyed in the iron pot, even looking under the bedclothes is not off limit. En í íslensku þýðingunni breyta þeir Viking furniture í húsgögn landnámsaldar. Þannig að sjá að það samt ákveðin munur eftir því hvort þú ert Íslendingur eða útlendingur. Viðurkennd söfn hafa hins vegar haldið sig frá þessari umræðu í nafni samgildis. Ég myndi ganga svo langt eins og titill þessa erindis gefur til kynna að segja að viðurkennd söfn eru almennt hrædd við víkinga. Það safn sem mögulega skýrir sína afstöðu hvað skýrast er Þjóðminjasafn Íslands sem segir að Íslendingar hafa verið bændur, ekki víkingar. Það gæti mögulega rugla gesti aðeins að í textunum komi næst fram að þeir sem hafa haldið að þeir hafi samt haldið nokkur af háttu víkinga eins og vopnaburð og stundaverslun. Auk hvers hafi menn barist hér, hvoru við annan eða í smóhópum eignarétt og ástamál. Í glerskápnum sem textin tengist sést svo meðal annars vopn og silfur, tvenns konar gripin sem sannarlega tengjast staðalmynd víkinga sterklega. Gestunum er rána látið það eftir að ákvaða sjálfur hvernig þið túlka það gripi sem eru til sýnis, án þess að sterk afstaða sé tekin með og móti herskáum, kvensömum víkingum. Ummerki víkinga eru heldur takmörkuð á sýningu viðurkenndra safna á Íslandi yfir höfuð. Þær hafa enn ekki náð að sigra landnámsmennina sem ríkja þar enn. Það er hins vegar ekki sama upp á teningnum í markasetningu safna eða í safnfræðslunni sem að má vera með leikrarnir tilþrif. Landnámssýningin í Aðalstræti er sannarlega að reyna að taka óttalaust skrefur í átta átt, en þau hafa auglýst víkingadagskrá á menninganótt, þau eru með víkingaminjagripi á samfélagsmiðlum og eru með fróðlegar umræður og hlaðvarpi á YouTube sem að nefnist Villtir víkingar og vandræðagripi sem ég finnst vera frábært nafn. Og Þjóðminjasafn Íslands spurði sína gesti á samfélagsmiðlum hvort allir myndi ekki vilja vera víkingar í einn dag og öskudegi og buðu víkingaklæðna til kaups í minjagripaverslun. Á heimasíðu safnsins má sjá vígalegan víking auglýsa menninganótt 2025. Jafnvel söfnin okkar eiga samsagt undir höggið að sækja vegna víkingana. Það er ljóst að í framtíðinni munu söfn fyrir að tækla þessa taumlausu víkinga með víðtækari hætti. Þegar þeir eru komnir þangað inn, ekki einungis í markasetningu og fræðslu heldur í hugum fólks, þannig að þeir eru nú þegar komnir þangað. Meðal almennings er ímynd víkinga afgerandi og áhrif þeirra á sögu og menningu landsins augljós. Víkingar eru tengdir við íslenska þjóðernishyggju og sjálfsmynd. Fólk gengur inn á sýningar með viðtekin viðþörf og gengur út með sömu viðþorf óhnekkt. Við sem þjóð hefur stigið stórt skref inn í alþjóðlega umræðu erfiðan menningarar sem eru víkingar.
erfiður af því að viðhorf fólks víkinga eru mótuð af samblöndu af sögulegum staðreyndum og dægurmenningu. Út af því að víkingar hafa verið notað sem táknmynd margs konar viðhorfa tengdum karlmennsku, þjóðernishyggju, rasisma, sögufölsunum og margt fleira. Það einmitt sú umræða sem að við sem norræn þjóð þurfum að taka afstöðu til og taka ákveðið og meðvitað á við misbeitingu á menningararfi okkar. Þetta einmitt svo umræða sem á söfnin okkar þurfa að stíga inn í óhrætt. Það ekki nóg að hleypa víkingum að í markasetningu eða fræðslunni. Umræðan þarf einnig að vera til staðar inn á sýningum. Ef við sjáum til dæmis nasistafána til sýnis á safni, þurfum við að skilja sögulegt samhengi þess. Minna gesti á að nasistar misnotuðu menningararf norrænna þjóða viðhorfum sínum til framdráttar. Þetta gerði Museum of Culture History í Oslo árið 2014 á sýningunni sinni -5 The Occupation of the Past, sem fjallaði á afgerandi og áhrifamikinn hátt það hvernig misbeiting nasista á norskri sögu og menningu var háttað. Við sjáum hérna eina mynd af sýningunni. Niðurstaðan var óhjákvæmilega sú að á meðan Noregur hafi sigrað þessa baráttu stríðinu ekki lokið enn. Víkingar eru enn notaðir í áráðskyni til að ýta undir hatur og rasisma. Á Íslandi mætti til dæmis benda á Norðurvígi sem hluti af norrænum nýnazistasamtökum, en Ardís og Eyrún Eyþórsdóttir hafa skrifað þeim greinum þetta sem þið getið lesið. Víkingaskipasafnið í Oslo sem að nú ber heitið Museum of the Viking Age ætla sér að takast á við þessa sögu í nýrri sýningu sinni í sérstöku rými. Annað dæmi sýning Yorkshire Museum árið 2017 þar sem staðalmynd víkinga rammaði inn alla umræðu og leitaðist við að víkka hana út ekki síst sjónrænt. Sýningin endaði með glerskap, stútfullum af víkingaminjum, teiknimyndasögum, DFT-myndum, létt bláum víkingaástasögum sem eru til og víkingaáróður í nasista. Á Þjóðminjasafni Íslands að finna nasistafána, meðfylgjandi texti segir: Ýmsir munir sem voru á skrifstofu þýska ræðismannsins Gerlachs í Reykjavík. Fánanum hefur verið stolið og tilraunir hafa verið gerðar til að hrófla við honum síðan var festur niður til öryggis. Árið 2018 í Fíladelfíu var styttu á Þorfinni Karlsefni kollvarpað og dregin í ána þar sem hausinn datt af. Ástæðan var þreyta almennings á því að nýnasistar söfnuðust í kringum styttuna og fögnuðu yfirburðum hvíta kynstofnsins. Á listasafni Einars Jónssonar að finna afstæpu á Þorfinni án skírskotunar til þessarar umræðu. Hér spilar óttinn væntanlega hlutverk líka. Starfsfólk óttast væntanlega ef við tengingu við öfgastefnur gert hátt undir höfði gæti verið unnin skemmdarverk á styttunni. Hér mætti auðvitað líka vísa í fyrstu hvítu móðurina í Ameríku eftir Ásmund Sveinsson sem var skellt í rakettu fyrir utan listasafnið árið 2022. Annað dæmi klára misnotkun á norrænni víkingaarleifð eru stefnur tengdar eitraðri karlmennsku eða manasvér sem því sem mannkvel á íslensku. Eftir að þættirnir Adolescence voru sýndir á Netflix á þessu ári, spratt upp mikilvæg umræða hvaða efni börn hafðu aðgengi á netinu. Í viðtali við RÚV segir Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í upplýsinga og miðlæsi, að fullorðið fólk sé hálf barnalegt gagnvart því efni sem börn og ungmenni eru að skoða á netinu. Hópar sem unglingsstrákar segjast mislíka mest eru feministar, veganistar og trans. Við erum að tala 22–28%, segir Skúli. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, sagði að eitruð karlmennska var orðin útbreidd meðal ungra drengja sem að telja að feministar hafi brotið niður réttindi þeirra. Fyrirmyndir drengja eru meðal annars Andrew Tate sem að flestir ætti þekkja, en það líka fólk eins og Jack Donovan sem að notar víkinga og ásatrú í umræðu sinni karlmennsku. Hann hefur til dæmis gefið út bókina Becoming a Barbarian sem framhald af bókinni The Way of Men, þar sem sagt að karlmenn eigi ekki að láta siðmennta sig heldur vera hluti af ættbálki karlmanna. Hann hatar hinsegin fólk, konur og tengist Wolves of Vinland sem neopagan eða nýheiðni hatursamtök. Athuga þessi hópar að nota okkar bókmenntaarf máli sínu til stuðnings. Þeir að nota okkar menningu. Öll þessi umræða karlmennsku sett í norrænan búning, víkingabúning. Safnafræðingar í dag eru almennt sammála það að söfnum beri að hafa samtímann í huga við miðlunar og fræðslustörf.
Evans og fleiri skrifuðu sameiginlega grein þar sem þeir sögðu að samfélagið krefjist þess að söfn kunngeri afstöðu sína heiðarlega og opinskátt. Söfn geta ekki verið hlutlaus. Né þjónar það þeim vel að reyna það. Það felst val í allri miðlun. Ákvörðun hvaða tímabil vakin athygli á, hvaða listamönnum gert hátt undir höfði, viðhorf hvers eða hvaða hóps eru ríkjandi og hvaða raddir eru þaggaðar. Siðareglur ICOM eru einnig nokkuð skýrar. Notkun safnkosts frá samtíma samfélögum krefst virðingar fyrir mannlegri reisn, hefðum og menningu þeirra samfélaga sem hann kemur úr. Slíkan safnkost skal nota til að stuðla að velferð fólks, þróun samfélagsins, umburðarlyndi og virðingu með því að styðja fjölmenningarlega, félagslega og fjöltengda tjáningu. Í stefnumörkun safnastarf gefin út árið 2021 af Safnaráði samfélagsleg ábyrgð safna einnig nefnd, en þar sagt, eins og stendur hér, söfn eru þáttakendur í samfélaginu, þau endurspegla það í starfi sínu og taka þátt í umræðum. Söfn leggja sig fram að ná til ólíkar hópa, sér í lagi þeirra sem ekki hafa sterka rödd í samfélaginu. Söfn hafa áhrif, þau breytast í takt við samfélagið, þau taka tillit til fjölbreytni í fjölmenningarsamfélagi og mæta kröfum að saga allra verði skráð og raddir allra heyrist. Eitt safn nær ekki að sinna öllum þessum kröfum en söfnum sem heild geta það. Afstaðan hér augljós. Söfn þurfa að vekja athygli á og taka þátt í að skapa betri heim fyrir alla. Opinskari og óhræddari umræðan víkinga ein leið til þess að ná fram þessum markmiðum. Það loksins komin að niðurstöðunum. Hvort sem við trúum því að Íslendingar hafi verið víkingar og séu þar af leiðandi menningararfur eða að þeir séu afleiðing söluvæðinga menningararfsins í þágu ferðaþjónustu skiptir ekki máli. Víkingar eru komnir til landsins. Þeir eru hluti af ástæðum þess að erlendi ferðamenn koma til landsins og þeir eru hluti af því hvernig við tjáum okkar þjóðerni í alþjóðlegum keppnum og umræðum, til dæmis í fótbolta, eða þegar við þurfum að standa saman sem þjóð á erfiðum tímum. Fólk ber með sér hugmyndir hvað felist í víkingamenningu í dag. Þetta eru bæði jákvæðar og neikvæðar hugmyndir. Söfn þurfa að taka fyrirframgefnar skoðanir og ímynd gesta sinna til greina í miðlunastarfi sínu. Þær eru nú þegar inni á safninu. Með því að forðast að taka þennan erfiða menningarar föstum tökum hætta á að fólk taki sömu hatursfullu hugmyndir með sér óáreitt út aftur. Ber okkur ekki í það minnsta að skapa rými fyrir fólk að hugsa gagnrýnið viðtekin samfélagsleg gildi tengt sögu og menningu landsins. Að sjálfsögðu ber að taka tillit til safnkosts hvers safns, markmiðastofnunarinnar, safnalega og sanngildi miðlunar. Almenningur ber trausti safna og í því felst töluverð ábyrgð. Ábyrgð á varðveislu menningararfsins og að miðla honum áhrifamikinn og sannan hátt með fagleg vinnubrögð að leiðarljósi. Það væri sannarlega skref í rétta átt að greina sérstöðu safna í landinu og hugleiða með hvaða hættu þau geti tekið þátt í lýðræðislegu samtali við fólkið í landinu með þeim hætti að það samræmist stefnum stofnunar og þarfa nærsamfélagsins. Eru Íslendingar víkingar? Hvort sem þið svari játandi eða neitandi þörf að gefa þessari spurningu rými og fólki tækifæri til að hugleiða með heiðarlegum og gagnrýnum hætti hvaða merkingu og gildi þessi samnorræni menningararfur hefur fyrir það persónulega og samfélagið heild. Svo umræða getur átt sér stað á söfnum. Og áður en ég fer, þá ætla ég bara fyrir þá sem hafa áhuga, þá er ég hérna með aukaefni. Þið sjáuð ekki neitt af þessu, en þið bara getið beðið mig listan. Okay? Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir þetta, Guðrún. Tvö afar ólík en spennandi erindi. En nú komið að 20 mínútna kaffipásu. Og já, ég vil nú hrósa líka öllum fyrir það að halda sig innan tímamarkana. Það til fyrirmyndar. En þess að 20 mínútna kaffipása og síðan komum við aftur hér og hlýðum á enn eitt erindið. Gjörðu svo vel. Jæja, já, klukkan er 12 og mjög
frjóar og skemmtilegar umræður örugglega í kaffipásunni en sem við getum haldið áfram með síðan í pallborðinu. En nú það komið honum David Anderson, hún Klara átti samtal við hann í gær og tók það upp og hann var að koma á þessari ráðstefnu American Alliance of Museums og ætlar að miðla því aðeins til okkar. Gjörðu svo vel. Emigrated as a child to England and have always therefore been between cultures in that respect and studied Irish history and particularly the nationalist movement at university, then became a history teacher in the state schools and then became an educator in museums and finally became Director General of the National Museum of Wales in 2010. And I just will say had an extremely interesting political experience internally within Wales, which is effectively a one-party state, which is problematic. And then also was president of the UK Museums Association as well for 2 years also. I went to the American Alliance Museums Conference for the 6th time in my career over 40 years. And this was in some ways a very normal conference. But having said that, it has also been, on reflection, an extremely abnormal conference. And the reason why I say it's normal is that the kind of topics that were being covered were mostly ones that I was expecting to get at any American Alliance Museum conference. However, the abnormality was the absence, where the voids were, the things that were not being discussed and not being challenged in the conference. So, for example, issues around equalities and diversity and inclusion, which were a target of Trump's administration in a major way, were to only a very limited extent referred to, usually tangentially, and without directly mentioning the president's name, almost always as part of that. So this was a conference. I would say that I was looking for a metaphor for it, and it's rather like a piece of music that, I say, unlike, shall we say, some of the great operas of Wagner, does not have a search for resolution, the chord at the end that resolves the entire piece. One was aware of the need for resolution, but it is as if the piece of music is suspended between resolution and irresolution and makes no journey forwards of any discernible amount during the whole of the conference. So the cacophonous noise, the unmusical noise outside the conference was scarcely mentioned in it. And there is nothing more disquieting than silence when one expects to hear acknowledgement, debate, and protest. However, I do not want to be too critical of the American museum community. Obviously, these are very abnormal times, and I think the United Kingdom should be one of the last nations to comment and complain about a lack of intellectual honesty and integrity around issues of diversity and equality, when the thesis of neutrality of museums has dominated UK museums for the whole time, really, since the sector came properly into being in the middle of the 19th century. That's that sort of intellectually untenable concept of neutrality, which universities don't pursue, but the museum sector still tends to do, has, I think, to a degree made us discredited and zombified as well. And the Trump invasion of culture has simply publicly revealed what was already known, that most museums have little social intellectual spine and little articulation of a genuine democratic social purpose. The theme of the conference itself was museums and trust.
I attended the opening session, which was beautifully managed and chaired and presented. And the speakers included someone who was representative of the indigenous communities of that part of California before European arrival, and also a Mexican-American television star who has now been buying a critically acclaimed collection of Latino art over decades, which is now being very widely recognized and displayed in major institutions in the United States. So in both of those two examples of the speakers at the opening general session, you could see an implied message, but neither they as speakers nor the conference hosts chair really articulated why these are so significant and what they might mean for American museums. And that was an example of the silence that speaks more than the words, almost, really. And it was as if there was a kind of defensive crouch throughout the entire conference that was designed not to draw attention to the conference from those it did not wish to be seen by. And I was told off record, not in a conference session, but privately by one of the organizers of the conference, that I needed to be aware that there would be Trump supporters in many of the audiences, and that also there will be DOJ, the federal government agents who've been taking apart the traditional administration of government in the United States in many of the sessions as well, and that there is a perception that reporting back will be done to the Trump infrastructure of particular speakers and the conference as a whole on all of this. It doesn't mean that there weren't any sessions to address this. There was one led by Dr. Tonya M. Matthews from the International African American Museum in Charleston, not the Smithsonian version. And there was also an open conference session on navigating the recent executive orders. But the latter session, for example, even though it was about working with the executive orders against many of these things that many of us hold dear in social purpose, was about how you can articulate the value of your organization locally and with your state representatives and with your funders, how you can show impact and value in that way, not how you can push back against the recent executive orders publicly and explicitly. So everywhere there were invisible lines. The session which I was part of with my colleagues who were Victoria Hollows, who is the director of Paisley Museum, Sarah Briganti from the National Plan for the Arts, and should have been with us Lynn Scarf from the National Museum of Ireland, but who had personal reasons why she wasn't at the last minute able to attend, was a very explicit question of how can we democratize our museums? And I referred in that to a book that I greatly admire, which is called The Keeper of Antiquities, first published in Russia, in Novy Mir, in 1963 or 4, I think it was, and published then in English in, I think, 1967, and written by Yuri Dombrowski. And I don't know if it's in any other languages apart from English and Russian, but it is a satire of his own personal experience on being a museum worker who was exiled during the Stalin purges to Kazakhstan from Moscow, and then was put to work there. And the ways in which the party, the Communist Party, infused itself and eventually physically almost took over the museum there in Kazakhstan, the National Museum of Kazakhstan, and in the novel, the absurdity of the things that they, as a museum staff, were being asked to do. So this was published, if you like, 30 years later, and after 18 years in the Gulag for Yuri Dombrowski, as a very
funny on the surface, but very deeply serious novel, as somebody said, written with his heart's blood, which largely describes what it was like to work in a Soviet museum. So I used an example from that in my presentation, without referring to any contemporary countries or leaders in the process of that, other than Stalin and Russia. But also looked at the steps that the National Museum of Wales, while I was Director General there, had taken, not just from the sort of terrible incidents in America in 2020, but also going back over a decade to work with the African Caribbean diaspora communities in Wales to bring their histories and experiences into the collections of the National Museum, of which before then there had been absolutely nothing. And the pushback that we received on this process, really, from the United Kingdom government and some of their supporters within Wales, appointed by the Welsh government into our board of trustees as well, which made life extremely difficult for us in taking this forward. Victoria Hollows is doing a brilliant job at the Paisley Museum in Scotland in taking a very undervalued collection in a very undervalued town that had been the centre of the linen thread industry globally, actually, until the middle of the 20th century, and had been a very affluent town, but is now one of the poorest in Scotland, and bringing back pride, democratic engagement, civic responsibility into the work of the museum there in Paisley Museum from top to bottom. And then Sara Brigenti from the National Plan for the Arts in Portugal, the Portuguese government, described a project that she'd done when Portugal had the presidency of the European Union to engage large numbers of young people, hundreds of young people across many different countries, in doing a revised plan for the arts to go alongside the official EU one, but one which was a critique from the perspectives of the young people across different countries in Europe of that plan. So our theme is how we can democratize our museums, experiences from Europe. We tried to describe the strategies we'd taken to try to bring democratic principles in there, and the difficulties and experiences we'd had in trying to do it, and some of the lessons that we'd learned from that. Now, separately, I was asked quite at the last minute to do a session for chief executives and directors. The AAM every year does about 20 or so of these at a particular slot, and only for CEOs and directors. And I proposed that I should do a roundtable for about 10 or 15 people on leadership, courage, and democracy. And the primary focus for this was around the ways in which museums govern themselves and fit into governance frameworks provided for them by their own country governments. Also the ways in which these shape and distort sometimes their funding, and also the ways in which museums have to be brave and courageous, really, in facing the challenges that they will face if they deviate from the UK norm, anyway, of a kind of neutrality, a false neutrality, false independence, and a false position of trust, in a way, really. I think we need to be less trusted by some, and if we're trusted by everybody, then something has gone badly wrong in terms of our social responsibilities. Now, we're very well aware of the wider attack that is taking place in the United States. Even as we speak, I think it's today, a bill is going through Congress, the big, beautiful bill, I think it's called, on Trump's behalf by the Republicans, to do multiple things which are to steal away power from the traditional state there, for example, and also to take away benefits from the poorer sections of the population. So one of its purposes is to shrink Medicare. Now,
the rebellious elements of the US media, people like Helen Cox Wilkinson on Substack, which quite a lot of the leading journalists have escaped to if they've left the Washington Post or some of the other mainstream media, to have a more free and independent voice, are giving an ongoing daily commentary on what Trump is actually up to, and it's very useful. Another person who we, I think, could learn from is Jennifer Rubin, who I think used to work for the Washington Post until it was taken over, and they among many others give really valuable commentaries, not least on what's happening to the cultural sector and the museum sector in the United States, as well as higher education. And Jennifer Rubin just yesterday did a post celebrating that she said it, the Central and Eastern Europeans turn out in support of a pro-Western, unified and democratic Europe. And in Albania, Prime Minister Edi Rama, a socialist who promised to bring Albania into the EU by 2030, secured a fourth term in a peaceful and secure election. The Serbs turned out en masse after a railway bridge collapse that exposed the ruling regime's underlying incompetence and corruption. And meanwhile, the Romanian pro-democracy forces revealed in the rerun election a dedication to supporting the pro-EU candidates. And she described the bravery and fortitude of these countries and the willingness of the EU's to sustain Ukraine and the cause of democracy. Now, she goes on to criticize Trump and the politics of all this, and she ends up by saying, "Thank goodness for Europe." So I would regard, and I'm sure you would regard, that your country is part of Europe. I would regard Ireland, United Kingdom, despite its multiple foot shooting, to be, in a broader sense, part of Europe. And Europe as well. I would hesitate to say quite thank goodness for Europe at the moment. And I think that is to put an undue degree of trust in what's happening in Europe, which is, I think, much more complicated than that. But I think that underlying all of this, for me, is the need for museums to really begin to take the issues of democracy and of being truly part of democratic movements very much to heart. I think time is running out for the old model that we have in the United Kingdom, certainly, of as being democracy out there, and it supports us. It funds us. It manages society in a way that enables us to operate. But we're not, in some really important intellectual, moral, social way, part of democracy. And I think that philosophy cannot continue, not least because it's not in the long-term interests of the museum project itself that should be the case. One of the things I did do while I was still Director General in Wales was to establish a group which focuses on cultural rights and cultural democracy in Celtic and minority nations. And to try to take a perspective, a small nation perspective, in a Europe which is understandably very large nation dominated from a financial and political point of view, but nevertheless to be able to have the freedom from the margin, if you like, to be able to critique that European model as it is at the moment of museums, and to start to try to develop braver alternatives. And I think that there is a great deal to be said for not trying to remain part of the mainstream and being brave enough to step outside that, both as small nations and also as museum and cultural institutions, to develop future-orientated and people-orientated ways of working with culture. And, for example, to think that, as the Welsh writer Raymond Williams said some 70 years ago, that
that people want democracy. They really do. It is something that is almost instinctive. And that our task really is to regard democracy and society as our fundamental, most important responsibility, not a marginal pit prop for us to enable us to continue what we've always done. And I would like to posit that that the museum is not the building, the museum is the society. And the building is merely one option and opportunity for us to make culture and democracy true partners in the societies of which we're each part, in different ways in different societies, and in ways that inevitably are experimental and require us to test and on occasion fail and learn and test again. So it was with those questions in mind as somebody from one of the smaller peoples, the Scots-Irish, whose population is no larger in Ireland than broadly than that of Iceland, and in a political entity, the United Kingdom, which has never come to terms with its loss of empire, including its loss of control over Wales, Scotland and Ireland to a fair degree, and will probably break up, I think, in the next 10, 15 years or so, and the way things are going, that to take that position of standing outside and of the empowerment that being on the margins can feel, to be able to truly experiment and truly commit to what should be the future of culture across the world, in my view, and with respect to all those whose cultures are not currently valued in the way that they should be. So I'll stop there. Thank you. It was, Já. Þetta var áhugavert innlegg frá honum David. Mér skilst að hljóðið hafi auðvitað ekki verið alveg frábært á streyminu hérna, eðlilega, því það kemur sennilega í gegnum. Nógu gott. Já, ok. Við vonum að þetta hafi komist til skila. Til þess að gera betur. Nei, nokkulega. Ok, frábært. Takk fyrir það. En þá er það hún Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður samtakanna 78, sem er með síðasta erindið hér í dag, og síðan förum við yfir í pallborð. Gjörðu svo vel. Síðasta en ekki það síðsta, myndi ég segja. Já, góðan daginn. Ég heiti Bjarndís og er formaður samtakanna 78, eins og hér kemur fram, og er baráttukona fyrir mannréttindum og sérfræðingurum í málefnum hinsegin fólks og sviði hinsegin menningar, svo ég tiltæki eitthvað sem ég finnst eiga við hér. En í dag tala ég hér ekki sem sérfræðingur söfn, því að það er ég ekki, heldur sem einhver sem stundar söfn, sem aðdáandi, mikill aðdáandi safna og einhver sem leitar uppi áhugaverð söfn hvar sem ég get. Ég tala sem baráttukona fyrir mannréttindum og kona sem sjaldan sér sinn hinsegin veruleika endurspeglan á söfnum. Það er næstu því eins og ég sé ekki til í ákveðnu samhengi. Ég trúi því að sýnileiki hópa í menningarlífi þjóða skiptir sköpum þegar kemur á mótun sjálfsmyndar, sýnileika og stöðuréttinda jaðarhópa í samfélaginu. Nú, hér er ég meðal annars sem formaður samtaka alls hinsegin fólks á Íslandi og áður en lengra er haldið er áríðandi að eitt sé alveg á tæru og raunar eins og ég sé það, þá er þetta til grundvallar allri umræðu hinsegin málefni. Og það er að hinseginleikin er ekki skoðun. Samtökin 78 eru mannréttindasamtök en ekki lífsskoðunarfélag og ekki stjórnmálaflokkur. Og þetta hefur á undanförnum misserum vafist álítið fyrir fólki og þessum hópum. Og hinsegin fólk er einfaldlega bara til og hefur alltaf verið til. Lesbíur, hommar, pan og tvíkynhneigt fólk og intersex fólk. Transfólk er til og hefur alltaf verið til. Þetta á ekki að rökræða frekar en við rökræðum réttinn til þess að hafa aðgang að hreinu vatni. Hinsegin fólk er til þvert á stétt og stöðu, þvert á trúarskoðanir eða pólitískar skoðanir. Það skýtur því skökku við að tilveru okkar sé lítið sem ekkert endurspegluð á íslenskum söfnum.
Hinseginleikin ekki hugmyndafræði eins og ég segi, hinsegin fólk og transfólk raunverulegt fólk og hérna því til sönnunar hef ég sett nokkra góða myndir af mér og mínum vinum. Skemmtilega myndir. En staðreyndin sem sagt svo að í það minnsta 10-15% samfélagsins skilgreinir sig hinsegin á einhvern hátt. Og það hljóma kannski eins og há prósenta og það af því að það það. Og ef við reiknum það yfir á íslenskt samfélag þá þýðir það kannski svona 50-75.000 manns á Íslandi eru hinsegin. Það bara rosalega margir safngestir. Eða það að segja að það gæti verið það ef að söfnin tækja almennilega utan þennan hóp. En sem kannski fyrir sum ykkar aðal punkturinn. Nei. Nú, hér bara smá akapokku lítill listi, eitthvað sem ég fann af sýningum sem tengjast hinseginleika á almenningssöfnum. Ég held nú ekkert hafi bæst við á almenningssöfnum síðan 2022. Nú horfi ég á hópinn. Nei, ok, þetta eru 4 hlutir. Það ekkert gríðarlega mikið. Alls ekki. Og hér ætla ég að segja að það krefst ákveðins hugrekkis fyrir safnafólk og bara allt fólk að horfast í augu við sjálfan sig, fara í einhverja alvöru naflaskoðun og reyna átt að sjá því hvar hnífurinn stendur í kúnni þegar kemur að þessu. Af því að ef að söfn endurspegla bara sögu, narratífu sem að hefur þegar verið sögð, sagan frá sjónarhóli hvítra sískynja karla, þá hlýtur safnið hvort sem að hafa tekið afstöðu. Með því að nefna ekki upphátt hlut jaðarhópa. Já, eða með því að til dæmis var hægt eins og hefur komið hérna fram aðeins verið að tala í dag, með því að tala fjarveru þeirra í sögunni. Af því að við höfum alltaf verið til þó að við höfum kannski ekki miklu sögulega heimildir. Sýnileiki hinsegin fólks á söfnum getur verið og þarf að vera bæði með beinum hætti og óbeinum. Hinsegin menning og saga mikið meira en bara regnbogafánar og gleðigöngur þó að það sé allt góðra gjalda vert. Saga okkar hefur ekki bara mótað okkar eigin samfélag, heldur haft mikil áhrif á samfélagið allt í heild sinni og ótrúlega margt af því sem er vinsælt og spennandi við svona meginstraums menningu til dæmis komið einhvern veginn úr hinsegin samfélaginu. Til að mynda bara, Dr. Martens skór, RuPaul's Drag Race, það svona ýmislegt sem okkur finnst, sem komið bara beint frá úr hinsegin menningu. En ok, skyndilega heiminum breyttur og fyrir einhverjum mánuðum síðan hefur nú kannski talað hans öðrum nótum, en heimurinn breyttur og það bara raunverulegur hlutur sem ekkert okkar getur lengur lokað augunum fyrir. Í morgun voru til dæmis mótmæli víðsvegar vegna ástandsins á Gaza, þar sem talað að 14.000 börn munu deyja vegna næringarskorts á næstu sólarhringum. Ef ekkert verður að gert og samt nú lítið verið að gerast. Forseti Bandaríkjanna slengir fram furðulegum staðhæfingum, alhæfingum og ákvörðunum sem bitna á öllum sem ekki eru hvítir sískynja karlar og það ríkir bókstaflega ógnarstjórnun. Bara skjótið hérna inn að þetta lýsir sig til dæmis í því að nú hefur búið að taka í burtu alls konar fjárveitingar til hinsegin félaga og hinsegin svona initiatives í heiminum. Bandaríkin eru stærstu svona dónirarnir þegar kemur að þessu á heimsvísu. Það búið að taka þetta í burtu og fleiri hafa fylgt á eftir, til að mynda Holland sem næst stærsti dónirinn á alþjóðavísu þegar kemur málefnum tengdum hinsegin fólki. Einnig eru svona einstaklingsdónarar sem þetta mjög stórt mál í Bandaríkjunum og það eru einstaklingar sem gefa gríðarlegar upphæðir í mannréttindabaráttu og það hafa verið aðalega ríkir hommar í Bandaríkjunum sem núna hafa líka bakkað með sitt fjármagn og þess að þeir eru bara reynilega hræddir við þessa ógnarstjórn sem í gangi, hvaða áhrif það muni hafa á þau og kannanir hafa sýnt og það skuggalegar prósentutölur að innan 12 mánaða talið að milli 80 og 90 og þetta eru hóflegri tölunar, milli 80 og 90% hinsegin svona félagasamtaka og frumkvæða í heiminum verði aflögð á næstu 12 mánuð. Þannig að þetta alveg svona gríðarlegar afleiðingar.
Nú þetta ekki bara í Bandaríkjunum, í Bretlandi á til dæmis að banna regnbogafána í skólum og félagslegum húsnæðum, transkonur með ekki nota kynjurými og klósett, eins og klósett ætli konum. Og í Ungverjalandi bara hreinlega búið að banna Pride. Og ógnin svo mikil að stjórnvöld hyggjast nota einhvers konar facial recognition tekni sem ég kann nú ekki íslenska til þess að bara kennsla þau sem að ætla samt að taka þátt í göngunni. Já, þetta bara í Evrópu. Þannig að þetta virkilega alvarlegt ástand og við megum alls ekki loka augunum fyrir því að þetta raunverulega alvarlegt. Þetta eins og við séum stödd í einhverju hliðarvít, allt sem að gerast. Já, og eins og ég sagði, fyrir árið síðan hafði ég trúlega staðið hér og rætt sýnileika hinseginleikans á almenningssöfnum á Íslandi og bent og talað mikið þessar örfáu sýningar sem að þó hafa verið og auðvitað alveg þess virði að ræða það og mikilvægt að ræða það en akkurat núna þetta bara orðið miklu stærra. Þetta miklu stærra en bara það sem að gerast hér þó það sé líka mikilvægt. Nú þetta orðið mikilvægt bara á alþjóðavísu og mjög mikilvægt að við séum einhvers konar viðspyrnu og þegar ég segi við þá meina ég bara við til dæmis bara Íslendingar og stofnanir á Íslandi og ekki síður þá safna batteríu, alltaf mann ekki hvað. Nei, ég ekki safnakona. Þannig að já, Íslandssöfn og safnafólk verður eins og öll sem hafa rödd út fyrir Ísland að láta í sér heyra, taka afstöðu, mjög skýra afstöðu með mannréttindum. Og að því að með því að nýta röddina okkur svona út á við, erum við líka að styðja þessa sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar, sem að við séum jafnrétti sinnar. Þannig að þetta bæði viðspyrna út á við erum að segja eitthvað út á við, en þetta líka eitthvað til þess að vernda okkur og vernda samfélag sem við viljum búa í. Og við þurfum svo sannarlega á þessari sjálfsmynd að halda núna. Ekki bara víkingar. Það ekki allt bara víkingar. Jæja, herðu, á leiðinni, þegar ég var að undirbúa þetta, þá seint í gærkvöldi, þá kom upp í feedinu minni, ég var bara að bæta því við. Þetta Facebook feedinu mínu. Og þetta svona summerar ágætlega upp hvað í gangi og hvað fólki finnst orðið í lagi að segja. Og í tilefni að alþjóðlegum, ég ætla að fara að segja safnadegi, nú það einu orðið sem ég get hugsað, alþjóðlegum degi gegn fordómum, hinsegin fordómum, að þá birti Árbæjarsafn þessa færslu sem ég ætla bara að lesa eldsnöggt. Tilefni dagsins flagga allir staðir borgarsögu safns regnbogafánanum vikuna 15. til 22. maí og haldið hefur upp á dag síðan 2004. Byrjun ágúst 2022 var regnbogafáni Sjómannasafnsins í Reykjavík skorinn niður þar sem hún var flaggað í tilefni hinsegin daga og úr þessu var strax bætt eins og hér kemur fram. En það svona eins verið að draga athyglina að því og þessi bakslagi sem að mörg upplefa hafi byrjað 2022 mjög eðlilega því að birtingamyndirnar urðu mjög sterkar þá en í raun og veru og þetta umulegasta svona I told you so moment sem samtökin hafa hérna því við erum búin að vera að benda á þetta bakslag árum saman en þarna sem sagt svolítið kristallaðist þetta 2022 og þessa færslu kann ég bara ótrúlega vel að meta hjá Árbæjarsafni. Árbæjarsafni hefur verið duglegt við þetta. Ég veit ekki hvort það einhver hér þaðan. Já, takk fyrir ykkur. Nema hvað, svo kemur kommentakerfið. Og þetta kemur bara hérna upp í, eins og ég segi, kemur bara upp í feedinu minni hérna. Það ekki fordómar að venda börn okkar undir 18 ára fyrir þessu réttinda rugli. Það sem ekki má gera heima hjá þér, má ekki gera í skólum en ef þú mátt perrast í annarra manna börnum heima og þeir með kennslefni samtakana 78 í myndum og máli, barnaverndarnefnd og lögregla ekki lengi á staðinn. Íslenski foreldrar þekki ekki kyn barna sinna og leyfa kennurum að perrast í börnunum sínu með transblæti sem kennslefni. Þetta bara ógeðslegt. Það sem hérna stendur, þetta algjörlega, náttúrulega fyllilega rangt. Og virkilega fordómafull og ég get alveg sagt ykkur það að fyrst þegar ég sá þetta þá var ég bara svona já en annað kommentið eitthvað sko fyrir 3 ára síðan ef ég hefði séð eitthvað svona ég hugsa að ég hefði fengið eitthvað svona áfall, ég hugsa fjölmiðlar hefði í alvörunni hringt ef þessi færsla hefði birst fyrir 3-4 árum það hefði bara fjölmiðlar hringt og sagt bara hvað í gangi
og að því að hún það sláandi. Og fór druslan og þá væntanlega verið að vísa í þennan fána, þetta myndin sem birtist með færslunni hér. Fór druslan illa klædd á ball, öll tætt og rifin eftir kvöldið, vonandi ekki blóðug. Og þetta nú bara ungum maður sem segir þetta og verð ég að segja að þetta eru svona bein hugrenningatengsl við drusluskömmun og nauðgunarmenningu. Og vandamálið ekki bara þessar 2 athugasemdir sem að í stóra samhenginu kann að vera það slítið, heldur að því að þetta birtingamynd mun stærra vandamáls. En ok, hver staðan hérna? Rosa læti. Nei. Hver staðan hérna á Íslandi? Nú, við erum í fremstu röð á heimsvísu í málefnum hinsegin fólks þegar að kemur að lagalegum réttindum, það rétt. Við erum í 3. sæti á regnbogakorti ILGA Europe sem að kort sem að mæli lagalega réttindastöðu hinsegin fólks í Evrópu og Mið-Asíu. Þetta kort sem að Íslands stjórnvöld vinna rosalega mikið með til þess að sjá svona hver staðan Í fyrra vorum við raunar í öðru sæti, þannig að þetta aðeins niður á við og reyndar höfum við líka á sama tíma náð einhvers konar meiri árangri. Þannig að lagalega staðan að mörgu leyti góð. Þetta 3. sæti, við erum samt bara með 84% þeirra stiga sem að ILGA Europe vill að við höfum. Þannig að 3. sæti 84%. Við erum á 1. sæti korti TGU sem Transgender Europe yfir réttindi á að standa transfólks þarna, ekki hinsegin fólks þarna. Og sem sagt, þannig að lagaleg réttindi hérna á Íslandi eru góð, það alltaf að bekjana það. En það líka mikilvægt að ræða það að lagaleg réttindi þau fara bara alls ekki alltaf saman við þennan félagslega veruleika sem við upplifum. Svo, uppgangur öfgahægris og kristilegra gilda og það kristileg gildi skýrlega sett hérna innan gæsalappa. En heimspólitíkin hefur tekið stakkaskiptum á skömmum tíma eins og við erum öll hér virkilega meðvituð og það nánast sama hvert lítið hið hefðbundna upphafið á kostnað frelsis einstaklingsins á kostnað fjölbreytileika. Konur eiga að vera mjúkar, karlar eiga að sjá fyrir heimilinu og öll verða að fylgja reglunum. Og þetta bara narratífa sem hentar fasistum mjög vel því að því miður. Og við getum alltaf rætt það mjög lengi. Já, þessar 2 myndir, minnst það svolítið skemmtilegur önnur frá 5. áratugnum einhvers konar myndavinni fullkomnu húsmóður sem að bera þannig á borð þakkagjörða máltíð fyrir glaðbeitt börn og ánægðan kall. Og á efri myndinni þetta ljósmynd, frumnýleg ljósmynd af bandarískum áhrifavaldi svokallari tradwife, traditional wife sem að einmitt einnig gríðarlega ánægð að bera mat á borð fyrir börnin sín. Maðurinn vissulega ekki þarna á svæðinu, hvar hann veit ég ekki. En hann einhvers staðar annars staðar, hann í pólitíkinni. Það sem að konur eiga ekki vera. Við erum að sjá þetta ekki bara í Bandaríkjunum, við sjáum þetta í víðsvegar Evrópu líka eins og áður hefur komið fram Ungverjalandi og Bretlandi og hérna. En svo það að Ísland alls ekki eyland nema í bókstaflegum skilningi. Og það freistandi að trúa því að Ísland sé undantekning. Við erum að fagna því að það eru 50 ár síðan frá kvennaverkfallinu 1975 og Ísland þekkt jafnréttis paradís og okkar svona svolítið flaggskip í opinberri umræðu, utanríkis umræðu bara staða okkar, staða kvenna á Íslandi og hinsegin fólks. En birtingamynd þeirra þróunar sem í gangi heimsvísu ekki ólík, á Íslandi ekki ólík því sem við sjáum á heimsvísu núna. Það til að mynda erum við farin að sjá, sko þetta bara tikkar í þessu box. Við erum að sjá hérna áróður gegn kynjafræði. Það var nú í fréttunum fyrir ekki löngu síðan íslensku stjórnmálamaður sem verður ekkit sérstaklega nefndur á nafn hér var að tala þetta nú eiginlega bara banna kynjafræði í háskólum og hver gerði það einnig fyrir 7 árum síðan í Ungverjalandi? Jú, ef það var ekki bara Viktor Orbán. Þannig að þetta hérna sama brautin sem að við erum á einhverjum skala hérna. Og það líka þetta sami stjórnmálamaður tjáir sig hérna hefðbundin kynjahlutverk. Allir karlar myndi vilja geta haldið upp í heimili sínu án þess að konan þyrfti að vinna. Að sjálfsögðu myndi þið vilja það. Það æðsta takmarkið. Og gefið þá til kynna að konur vilja heldur ekki vinna. Og þetta sagði þessi sami stjórnmálamaður og aldrei þurfum að vera meðvitið það hvers konar völd
einhver sem er á Alþingi hefur og það sem hann segir, það skiptir máli og við getum hrist hausinn og sagt þetta bara einhver ruglu dallur sem að það einhvern veginn svona instinktið sko, sem hann langar að gera en það þetta ekki þannig. Svo erum við að sjá svona trúarbylgju meðal ungra karlmanna og þá væri nú freistandi að setja hérna líka en að gæsalappa trúarbylgju því að í þessu tilviki hefur það kannski lítið með trú að gera og meira með þau völd sem að fylgja þessari orðræðu og þetta sem við erum að sjá í kringum. Þetta tengist þessum kynja hlutverkum og áðan var hérna að tala þetta mjúka vald. Þannig að við erum alveg á sömu vegferð hérna og okkur engi greiði gerði með því að horfa fram hjá því og þrátt fyrir góða lagalega stöðu þá þetta það sem að rannsóknir sína. Hinsegin ungmennum líður mun verr en öðrum í skólum líklegri til sjálfsvígshugsana svo eitthvað sem nefnt og ekki bara hugsana. Því miður helmingur hinsegin fólks ekki opið með sinn hinseginleika á vinnustöðum á Íslandi. Það rosalega mikið og ekki það við þurfum ekkit endilega að vera opið með það okkar hinseginleika og einhver getur sagt hvað máli skiptir það en á sama tíma þá segjum við hluti við vinnufélag okkar eins og já ég að fara til Ítalíu með konunni minn páskana. Og ef þú ert að passa það að þinn hinseginleiki sé ekki sýnilegur í vinnunni þá ertu ekki að deila af þér. Þú ert bara einangraður og einn. Og einmannaleikin bara mjög alvarlegur. Hinsegin fólk almennt með lægri tekjur, minna atvinnuöryggi, eldra fólk líklegt til að fara aftur inn í skápinn þegar flest á dvalarheimili. Einn frábær baráttumaður í hinsegin sögu Íslands, einn af svona brautryðjendum hér á Íslandi komin í svona eldri manna blokk og hann bara þeirri stöðu á sömu hæð býr fólki sem að beitta ofbeldi þegar hann var ungur maður inn á Íslandi. Það hefur ekki breyst, þeirra viðhorf ekki breyst. Þannig að lagalega staðan góð en við megum samt ekki að horfa fram hjá þessu. Bara alls ekki. Nú bara svona hérna, hér eru þessir og svona smá innsýn inn í þetta og held að Guðrún hafi verið að nefna þetta með að ungi karlmenn þeir þola ekki vegan fólk, feminista og transfólk. Áhugavert klaster af hlutum til þess að þola ekki í raun og veru. Nú, og sí, ok, tala mikið. Samfélagsleg staða, sem sagt, það mestu leyti samstaða tilverurétt hinsegin fólks á Íslandi en ekki einróma og ekki án skilur það. Við þurfum sérst að vera þægileg. Hér mynd af fólki sem ég þekki persónulega og ég lagi sinna hérna góða vini, Páll Óskar og hérna eru það er Ingileif og María Rödd og þetta frábært fólk sem að gera frábæra hluti en þau eru líka þægilega hinsegin. Engum líður óþægilega að horfa á þau. Hann þessi glaði hominn, þær eru aðlaðandi, kvenlegar, fjölskyldu konur. Eins og kona mín sem alls ekki þannig típa sagði það í lagi að vera lesbía svo lengi sem að kallar vilja ennþá þér. Þetta allt mér streymi, mér langar ekki að segja sem streymi. Þannig að þetta þessi samfélagslega staða. Já, þetta ætla ég nú ekki að fara inn í, vildi bara svona nefna þetta hér einmitt mynda þessari frábæra konu sem ég á Helga. Ok, hvað hef ég að tíma? Mér finnst eins og ég sé búin að 5 mínútur, ok. Alright, hér ætla ég bara að nota smá til þess að svona benda á það sem að gerast. Ferðaleiðbeiningar fyrir hinsegin fólk, þetta var gefið út hérna bara rétt fyrir, gaf sérst utanríkisráðuneytið út rétt fyrir páska. Og þetta eru bara mjög almenna ferðaleiðbeiningar sem að duga fyrir 10 til 15, jafnvel 20% þjóðarinnar eins og við vitum hvað það mörg hinsegin á Íslandi sem þurfa ferðaleiðbeiningar og hérna stendur bara í raun og veru viðhorf gagnvart hinsegin fólk mismunandi löndum, endilega kynnið ykkur, stöðuna, bara svona mjög basic og almennt öryggi íslenskra borgara í útlöndum. Nokkuð sanngjarnt, ekki satt. Ok, fer maður inn á, opnaði ég sem sagt eitt svona kommentakerfi við eina af þessum fréttum og þá blasir þetta við.
Farðu að gera eitthvað sem varðar Ísland hjá þér varla svo áríðandi. Getur fólk ekki hugsað fyrir sér sjálft? Þetta einhver magnaðasti brandari síðari tíma og bara þetta lið hlýtur að geta ferðast á hans að auglýsa þetta. Aldrei hef ég verið spurður hvort kynið ég vil vera þegar ég ferðast. Já, hann lítur greinilega ekki út eins og kona mín. Já. Þess að sagt, að ferðast hinsegin, staðreyndin sú að það ólöglegt að vera hinsegin í 64 löndum, þar að vera dauðarefsing í 12 löndum. Þetta kemur ekki innstæða fram á síðu utanríkisráðuneytisins. Ýmislegt sem kemur fram ýmis lönd, en ekki það bókstaflega dauðarefsing ef þú ert til dæmis samkynhneigður karlmaður og fyrir sleik við kærastaðinn á einhverjum bar í sumum löndum. Það mun fleiri lönd þar sem það hættulegt að vera fyrir hinsegin fólk þó að það varð ekki við lög og það þannig að sum geta falið hinseginleika sinn eins og til dæmis ég lít ekkert sérstaklega út fyrir hinsegin þó ég sé Dr. Martens. En á kostnað hvers, sem sagt, ef þú bara sleppa því að fara og það þetta niðurstaðan, við erum ekkert að fara það sem við erum ekki örugg og þetta að fyrsta sem við googlum. Is it safe? Og fyrst þegar maður sér is it safe þá þýðir það náttúrulega is it safe, það öruggt fyrir yfirleitt það að hugsa hvíta homma. Fyrsta svarið þannig að maður þarf yfirleitt að leita lengra Checklistinn sem maður googlar, landið, borgin sem langar til að komast á öruggt, má ég leiða maka minn á almannafæri, hótelið öruggt, þarf ég að biðja 2 rúm, þurfum við að láta eins og við séum systur, get ég tekið hormónuna mína með mér. Og lönd sem þið myndið ekki trúa það hefði ekki hvarflað að manni talandi Ítalíu, þá fórum við til Ítalíu það var hræðilegt, konan mín fyrir aldrei aftur til Ítalíu bara vegna þess að hún var áreitt svo mikið fyrir að hvernig hún lítur út og ertu kona í alvörunni, máttu ekki koma inn á þetta klósett, þú veist, svona niðurlægjandi atvik þannig að þetta staðan í heiminum og veit ekki, eins og ég segi, ég ekki sérfræðingur í söfnum en söfn skipta mig máli og það skipti mig máli þegar regnbogaþráðurinn kom, það skipti mig máli að geta spegla mig í þessari sögu einhvern veginn þegar Sanelli Moholi kom var ég gríðarlega spennt reyndar komst aldrei á sýninguna en fór svo alla leið til Frakklands til þess að sjá sýninguna það önnur saga þessi hlutir skipta máli fyrir okkur sem þjóð og þetta segir eitthvað þó að ekki einu sinni vera að segja það upphátt og það skipti máli að Íslands söfn sé að hugsa hlutinu út frá þessu og sé að leita til hinsegin samfélagsins sérfræðinga þeirra hinsegin sérfræðinga sem jafnvel innan safnana og innan þessa safna samfélags spurja hvernig getum við gert hlutina af því að ég bara segja það ef að þið eru ekki sjálf hinsegin þá erfitt fyrir ykkur að átta ykkur á því hvað það sem hægt að gera það svo margt þetta ekki bara spurningum safnkostinn, heldur þetta líka bara spurningum það efni sem að liggur frammi á svefnunum, hvernig fólk ávarpað, vera með einhvers konar regnboganælu, af því að við erum líka að fá ferðamenn hingað, talandi ferðamennsku, þá eru líka að koma ferðamenn hingað sem ekki öruggir í sínum eigin löndum, hingað kemur fjöldi hinsegin fólks sem til dæmis til að gifta sig eða ferðast af því að þau ekki örugg annars staðar. Þannig að Íslands söfn ætti kannski að taka svo lítið utan það og því miður hann langt í land með þetta. Já. Ég held að þetta sé bara komið hjá mér. Já, þakka þér fyrir þessa brýningu. Bjarndís. En þá ætla ég að biðja ykkur að koma hér upp í pallborð. Það 6 manns hjá okkur í pallborði. Ánægjulegt. Í pallborðinu, það hún Bjarndís Helga, hér, Guðrún Dröfn, Þóra, framkvæmdastjóri Safnaráðs, Hólmar og Kristín, formaður FÍSOS og síðan Jón Ólafsson.
Og sko, það eru þetta mjög margar spurningar sem að ég vissum að brenna á okkur eftir þessi fróðlegu og áhugaverðu erindi. Og mig langar kannski bara til að misnota aðstöðu mína til að byrja með svona eina spurningu og mig langar til að spyrja Kristínu. Bara hvað geta söfnin gert? Hvað geta söfnin gert þess að bregðast við ástandinu eins og það í heiminum í dag? Stórt spurt. Já, við erum nú búin að tala um það núna. Við þurfum greinilega að opna samtalið við alls konar hópa. Sáum það að hinsegin verður að vera sýnilegur á söfnum og við verðum líka að halda í ákveðið sanngildi held ég. Því að það alltaf þessar falsfréttir og hvað að dynja á okkur sem kannski ekki satt, sko. Já, ég held við þurfum að halda bæði í rannsóknir og svona ákveðið sanngildi. Ég held að það sé svona það sem við þurfum að gera. Já, við höfum svona fengið, þú veist, hverjir eru það sem að hafa áhrif á söfnin og viðhorf okkar, sko, þú veist, eru það auðmenn, eru það einhver svona nýnast, eru það ímyndasmiðir sem eru að stela einhverjum auðkennum, eru það fordómarnir sem að birtast allstaðar. Kannski að Hólmar svari líka þessari spurningu, sko, af því að það kannski ekki alveg augljóst fyrir okkur, sko, hvað til dæmis, hvað hefur ICOM gert til þess að bregðast við ástandinu? ICOM auðvitað, heyrist í mér, svona stefnumótandi batteri að svo margu leyti og ég myndi segja að það sem búið að vera að gerast á síðustu árum mjög mikilvægt fyrir okkur sem að trúum á söfnin þurfa að vera meira inngildandi. Það búið að taka upp orð eins og inngildingu einmitt og fjölbreytileika og einnig annað mál sem að brennur á samfélaginu sjálfbærni í safnaskilgreiningu fyrir 2 árum síðan og nú að vera að vinna að endurskoðun siðareglnanna eins og mér veist ég alltaf vera að tala en þar einmitt líka verið að leggja áherslu á sömu gildi til þess að siðareglur endurspegli safnaskilgreininguna. Og mér finnst bara mikilvægt að við tökum þess ekki sem gefnu í samhenginu sem akkurat í gangi núna. Fyrir kannski ári síðan hefði manni þótt þetta sjálfsagt. Núna finnst mér þetta alls ekki sjálfsagt. Ekki viss hvernig fer á kosningu á allsherjarþinginu í nóvember í kosningu siðareglurnar ef það bara heldur áfram að þróast þessi slæma þróun sem búin að vera. Þannig að ég held að þetta skipti allt máli en við megum ekki svona svo verðinu með að láta eins og þetta sé eitthvað sem að allir séu sáttir við í heiminum og við þurfum að tala með þessum breytingum. Já, var líka einmitt áhugavert sem að David kom inn á, sko, þú veist að þessi þöggun og þessi hræðsla sem að, sko, maður verður þetta líka var við í safnaheiminum, sko, af því að það eru komnir, nýjir valdhafar sem að eru með, mjög skrýtnar skoðanir á söfnum og safnastarfi og það var áhugaverð að ráðstefna í málþingi gær í Norræna húsinu listrænt frelsi og þar kom þetta einmitt fram líka, sko, það þessi sjálfsgagnrýni sem að kannski hættulegasta gagnrýnin, sko, hjá okkur þegar við erum farin að, sko, nei, ekki sjálfsgagnrýni heldur sjálfsritskoðun, að við förum að ritskoða okkur sjálf. Gagnrýni, frábær, en það ritskoðunin sem ekki alveg eins frábær. En nú vil ég bara gefa orðið út í sal. Er einhver sem að brenna með spurningar og ég vil bara hafa þannig að fólk kynni sig bara og varpi fram spurningar. Já, takk kærlega fyrir. Bara þetta var allt mjög áhugavert og spennandi. Sko, mér finnst svo áhugavert það sem þú varst að tala Hólmar, ICOM og þú veist, ég var að hugsa bæði þetta Dubai dæmið hana og svo líka það, hvernig varst að lýsa því, hvernig svona ákvarðanir eru teknar eins og það búin til ný skilgreining og já, ég hef ekki tekið þátt í svona fundi, hvernig einhvern veginn það gengur fyrir sig og þú varst að lýsa því að þetta gæti orðið eitthvað svona, eitthvað myndi hitnaðandi undir kolunum eitthvað. Það bara gaman að heyra eins betur þetta því að þú veist þarna skarast margir straumar og svona já, áhugaverður staður. Maður þeir kannski bara að drífa sig á svona fund. Ég hugsa þetta kannski
í því ljósi að við þekkjum öll að þegar að safnaskilgreiningin nýja var fyrst lögð fram 2019 í Kyoto að þá fannst okkur flestum hér held ég á landinu þetta vera bara frábær skilgreining en síðan þótti hún heldur svona framsækin og hún var sett á ís og það þurfti að fara í gegnum heilmikið ferli til þess að endurskoða þessa nýju skilgreiningu og þar var farið í gegnum langt samráðsferli sem mjög gott og svipað samráðsferli sem hefur verið notað til þess að endurskoða siðareglurnar. En þetta bara svo gott dæmi það að já, það sem okkur finnst borðleggjandi kannski ekki borðleggjandi annars staðar í heiminum og já, maður ennþá brenndur eftir að safna skilgreiningu sem okkur fannst mjög góð og var ekki samþykkt og maður þarf ekki að fara svo langt í burtu til þess að hafa ágjörð á því að siðareglurnar fá ekki framgang. Það meira að segja fólk í ICOM Europe þá bara að tala það að það ekki verið að tala þessi málefni endilega heldur bara orðalagið þurfa að vera sterkara og þá gæti verið ákveðið að reyna að leggja fram að fresta afgreiðslu þessa máls og þá þurfum að bíða 3 ára viðbót eftir að sé komið endurskoða siðareglur sem að síðast voru endurskoðað 2004. Manni finnst fyrir að komin tími á að siðaregluna endurspegli þennan raunveruleika en ég fer kannski að blæra aðeins núna sleppa orðinu hér. Ég má aðeins bæta við þetta. Ég mitt bara mér svolítið áhugavert að segja það að það sé komið tími til að endurskoða siðareglurnar og sumir vilja fresta. En svo í ljósi þess hvað að gerast núna í heiminum finnst mann þetta líka svo hættulegu tími eða stressandi tími að vera endurskoða siðareglurnar akkurat núna. En þú veist ekki það að ég sé svo full bjartsýni að ég haldi eftir 3 ár sé allt fallið í ljúgalöð. Ég nú bara ekki alveg þar. En sko þetta bara ég sem hef reyndar ekki séð, hef ekki fylgst nógu vel með þessu ferli, ég hef ekki séð þær tillögur sem hafa komið fram. Ég pínu hrædd að það sem koma skal sé kannski yrði bara afturför með það sem núna. Og kannski, þú getur kannski sagt okkur eitthvað það, fyrst að ég orðin að spyrjanda hér allt í einu. Nei, bara þú veist, að því að þessar nýju siðareglur eru komnar einhverja tillögur núna fram? Já, það hafa komið fram 2 drög sem hafa verið birt. Fyrstu drögin birt í fyrra haust og svo aftur drög núna í vor. Og ég verið að segja að mínu mati þá hafa þetta verið svona sterk öflug vinna sem hefur farið í þetta. Og það gegnumgangandi í siðareglunum einmitt áhersla á inngildinguna, á sjálfbærnina. Það sem væri hægt að segja að þetta eru siðareglur og þá kannski lítið svona viðmið eða verkferla eða eitthvað svona sem viðurlög í raun og veru ef að söfnur ekki uppfylla þetta. En það vissulega eðli slíkra reglna og ICOM að vissuleyti þetta byggist á hugsjón og þess að við erum öll skuldbindum okkur við að starfa eftir svona siðareglum. Þetta eins og Sameinuðu þjóðirnar, þetta hugsjónasamtök. En næstu drög, eða lokadrög sem yrðu þá lögð síðan til kosningar í Dubai, þau eiga að vera birt í haust og það verður bara spennandi að sjá og eiga samtal hér þær siðareglur þegar þær verða birtar og ég bara hef trú á góðri vinnu fastanefndarinnar sem hefur séð að endurskoða siðareglurnar að þau vinni vel úr öllum athugasemdum sem þau hafa fengið hingað til og meðal annars við höfum skilað hérna frá Íslandsdeildinni athugasemdum við öll drögin og eftir því sem ég hef séð þá alltaf verið tekið vel til greina það sem hefur verið allan það sem hefur komið frá okkur. Ok. Við erum með spurningu. Já, sæl. Ég heiti Þorvaldur Gröndal. Ég vil þakka ykkur öllum kærlega fyrir ykkar erindi. Mér datt kannski í hug vegna þess að það sem ég hef heyrt frá mínum kollegum að fólk á í erfiðleikum með að ákveða sig út af Dubai og finnst svolítið áhugavert að hafa núna fólk
á sviðinu sem ekki kannski endilega beint inn í safnastarfi og kannski misnota aðstöðu mína og fá bara hvatningu eða annað. Nú höfum við tækifæri til að fara þarna út. Sannarlega umdeilt batteri og maður sjálfur á báðum áttum og hefur verið, þó þetta sé í dagatalinu mínu síðan fyrir hálf ára síðan. Þá maður alltaf að reyna og eins og manni skilist að ICOM Nord sem sem sagt, eru kannski óþægilegi bekkurinn í þessu samfélagi og núna langar mér kannski að beinast til Bjarndísar og þá þess vegna Jóns að eru þetta ekki tækifæri frekar en hitt? Þetta nokkuð spurningum það hvort maður eigi að fara út eða á maður að vera heima í búblunni eða þannig? Þetta eitthvað sem að fólk veltir fyrir sig líka í öðru samhengi, til dæmis núna getur líkt þessu við það að það World Pride í Washington. Þetta náttúrulega ótrúlega kaldhæðnislegt, en það World Pride í Washington núna í byrjun júní og það verður í tengslum við það líka mannréttindaráðstefna sem á hótelinu við hliðin á Hvíta húsinu. Þetta eiginlega bara, þú getur eiginlega ekki, þetta myndi aldrei ganga í skáldsögu, myndi enginn trúa því. En þetta einmitt eitthvað svona samtal sem hefur komið upp bara innan hinsegin samfélagsins, að nú til dæmis hinsegin kórinn, hann var boðinn fekk boðum að koma og syngja á Kennedy safninu, já. Og þau tóku það ákvörðun einmitt að fara ekki, einfaldlega ef þau voru ekki öll örugg. Þetta alltaf stór kór, margt sýnilega hinsegin fólk og að þeim ástæðum þá þurftu þau bara að taka það ákvörðun að fara ekki. Á sama tíma stjórn hinseginda og ég sjálf höfum fengið boðum að taka þátt í þessari ráðstefnu. Þannig að við þurftum líka að taka ákvörðun út frá því, erum við tilbúin að fara. Og fyrir okkur skipti það máli að þarna hefðum við einhverja rödd. Persónulega ætla ég ekki að fara að taka þátt í partýstandi miklu, en mér finnst mikilvægt að fara einmitt og nýta þessa rödd sem við fáum. Við erum þarna með panel og getum talað stöðuna í Íslandi og vonandi og sýnt þaralegandi samstöðu. Það svo mikilvægt núna að mæta á staðinn ef við getum, sýna samstöðu og líka veita öðru fólki von. Það það sem okkur vantar svo mikið núna. Það eitthvað svona vonarljós að hlutirnir, vegna þess að við erum í óttanum og ég heyri það alveg líka hér minnst að skiljanlegt, við erum í óttanum, hvernig verður þetta ef við segjum eitthvað, en við verðum að reyna að nálgast hugrekkið okkar og það kannski gerum við í gegnum vonina, þannig að við höfum tekið það ákvörðun að fara, svo þetta fyllilega svarar Dubai spurningunni, en hér samt líka annar áhugaverður vinkill og það eitt af þessum 12 löndum þar sem dauðarefsing við því að vera hinsegin, það í Sádi-Arabíu. Er ekki örugglega nefna rétt land hérna? Var allt óöryggi í landafræðinni. En þar dauðarefsing, þannig að þetta kannski flókið, sérstaklega ef einhver að fara í hópnum sem eru hinsegin eða eru sýnilega hinsegin. Það geti verið flókið. En eins og ég sé þetta, að þá ef við getum og ef við treystum okkur til, þá eigum við alltaf að sýna samstöðu, við eigum alltaf að nota röddin okkar. Og við erum í ótrúlega sterkri stöðu til þess að gera það hér á Íslandi, eins og til dæmis bara stjórnvöld hafa einhvern veginn verið að tala undanfarið og stuðningurinn sem við höfum þar og reyna einhvern veginn svona að viðhalda þessari jafnréttis sjálfsmynd. Ég held að það sé mikilvægt að við gerum það. Við getum ekki alltaf reiknað út hverjar afleiðingarnar verða, hvort það muni virka, eitthvað svona. En hvað það næsta rétta til að gera? Hvað raunverulega finnst okkur rétt persónlega rétt að gera? Já, vil það? Já, einmitt. Takk hérlega fyrir þetta. Einhverjar fleiri spurningar eða hugleiðingar? Hérna ein, verður ekki bara... Já. Já, varandi Dubai, ég heitir Sólveig á bókasafni, ég bóksafns uppsingafræðingur. Mér langar bara að benda á varandi ICOM. Núna fyrir 2 árum örugglega þá var IFLA, International Federation of Library Associations. Þau halda ráðstefnu, alheimsráðstefnu samtakana á hverju ári og það skiptist á milli heimsálfa að halda. Þetta alheimssamtök, þannig að það fer jafnt á milli heimsálfanna
og þar fyrir 2 árum kom upp svo tillaga að næsta ráðstefna yrði haldin í Katar. En því var harðlega mótmælt og norrænu samtökin, þau rauninni komu í veg fyrir að það var búið að samþykkja Katar en það varð uppnám á þeim fundi seinna í dagskránni þegar að norrænu samtökin mótmæltu og það var fallið frá því að vera í Katar. Mér minnir alveg örugglega hafi verið Katar frekar en Dubai. Það var allavega í þessum löndum hann fyrir botni Miðjarðarhafs. En já, og henni var frestað og er núna í ágúst reyndar í Kazakstan. Bara smá innlegg. Og svo langar mér líka kannski bara að þakka henni Guðrúnu. Ég er nefnilega líka leiðsögumaður og ég er með spænskumælandi, enskumælandi og ítalskumælandi ferðamenn með mér í eftirdragi oftast nær. Og þar er líka þessi víkingabrandari mjög mikið tekinn. Bara takk fyrir að benda á þetta, þetta er klemma sem að maður lendir oft í, maður er svona bara þið eru allir víkingar, maður bara já, veist. Og svona svo verður maður svolítið að matreiða sko hvernig, hvort það er gott, er það slæmt, eru við víkingar, eru við keltar, voru einhverju bardagamenn, voru við bara góði bændur eða hvað var. Og bara kannski þetta sem ég langaði að benda á. Og mér datt í hug, ég er alveg búin. Mér datt bara líka í hug í samhengi við þetta galdrasafni til dæmis á Hólmavík. Hvernig þau hafa verið duglega að flagga þessum norræna arfi og þessum galdraarfi og þessum þjóðmenningar arfi okkar. Núna er ég búin. Já, einmitt. Ég er eiginlega bara nokkuð svör varðandi galdrasafnið sem ég er náttúrulega mjög hlynnt. Það sem er skemmtilegt við það er að ég fær reglulega í gegnum árin spurningar, er þetta alvöru nábrækur? Og það er að því þau markaðssetja sig svo vel að fólk hugsar þetta hlýtur að vera ekta. Þannig að ég hef þurft að skrifa grein bara, þetta er klart, í alvöru. Og þannig líður við stundum með víkingana líka. Þið veitir, maður er einhvern veginn alltaf að reyna að finna aftur upp hjólið til þess að víka út þessa ímynd. Og leiðsögumenn hafa svo mikið vald. Raunverulega á svo margan hátt og ég er líka að tala mikið ferðaþjónustuna eins og við veitir. Það eru leiðsögumenn sem ákveða hvaða söfn gestirnir fara inn á. Þú veist, að hluta til. Já, ekki alveg, en við höfum náttúrulega svolítið mikið dagskrárvald eins og í hringferð. Það hefur alveg svolítið mikið dagskrárvald hvað þú talar hverju þú kemur áfram, hverju þú kemur ekki áfram. En þú kannski hefur ekki dagskrán í höndver, en þú getur að þú hefur tíma, getur bætt inn til dæmis galdrasafninu á Hólmavík, skrimslasetrinu í Bíldudal, ef það er ennþá starfandi. Þá er ég náttúrulega ekki bara við í sjálfur dagskráni, heldur ef að gestirnir eru að vera 2 daga viðbútt í Reykjavík eða einhvers staðar, þá spurðu þau leiðsögumanni hvað þau að gera. Já, sjálfsög. Þannig að þó að þú farir, eins og ég hef spurt um þetta, í kannski vikuferð, þá er mest farið á 1 safn. 1 safn á viku. En ef þau eru 1 dag viðbútt í Reykjavík, þá erum við allan að vonast til þess að það bændi á eitthvað að söfnunum okkar. Ekki satt. Og það eru söfnun sem að þeim finnst sjálfum skemmtileg og mikilvæg og áhugaverð. Þannig að þetta er það sem ég á við. Þetta er samtalið sem ég held að verða eiga sér til staðar ef við ætlum vera með sýningar sem eru áhrifamiklar og tala inn í samtíma með einhverjum hætti, áhrifaríkum hætti. Og bara, ég skal alveg frá þetta, en við erum líka oft, í mörgum tilfellum þá hef ég lent í að taka hópa, sérstaklega ítalska hópa sem hafa verið í hringferðum í Ísland, til að hafa kannski verið með erlendum hópstjóra með sér, ekki með íslensku leiðsögumanni. Þú átt kannski hittur þau til að fara með þau í bæjarferð, til að fara með út á flugvöll og þau eru guðslendi fegin að hitta einhver Íslending og fá að tala, sjá bara hvernig þeir líta út og hvernig þeir tala og hvernig þeir eru. Þau eru oft sko að einmitt að óska eftir í hvert og þau hafa ekki sér óska eftir að bendi hvert þeir eru að fara og þetta er oft þeirra eina tækifæri til að hitta okkur Íslendinga. Já. En verður við ekki líka að líta á það þannig að söfnin hafa mjög mikil völd, bara hafa völd til þess að setja hluti á dagskrá og hvernig hlutinir eru settir fram og til dæmis í þessari sko víkingaumræðu sko að þú ávarpaðir þann og að svona skortin á því sko að taka einhvern veginn afstöðu og segja já, einmitt og oft í þessari umræðu sko sko svona hægri öfgamennsku sem hafa tekið sér þessi tákn og eignað sér þau sko að er hægt að taka þau einhvern veginn tilbaka? Geta söfnin stuðlað að því?
ég meina, þú veist, auðvitað þurfum við einhvern veginn að byrja á því að bara viðurkenna að menningar okkur hefur misnóttar af öðrum, hafa tekið þetta upp og nota þetta í tákni eitrar karlmennsku og öfgarstefna og þið veitir, hatri á konum, hatri á hinsegin fólki, hatri á jafnrétti, öll þessu. Þetta það sem að okkar menningar eru bókstaflega notaðar í. Og á einhverjum tímapunkti þá verðum við að halda að segja þetta eru bara aðrir sem eru að mistúlka og segja hvað ætlum við að gera í því? Hvernig ætlum við að koma að skoðunum á framfæri að það sé eitthvað meira og þetta sé ég tala of mikið eða fyrir svona hrættu vikingar slökktu á mækinum nei, ég svona grínlaust auðvitað getur við haft áhrif bara með því að vera með sko inni á sýningum, ekki bara í markasetningu sýnilegan, varanlegan minnisvarða vikingana og hvað þýða í íslensku samhengi og þá ég ekki að segja ykkur að taka sko hvaða afstöðu þegar það taka, bara takið þið afstöðu. Hérna spurning. Daginn Harpa heiti ég, nemi núna. Ég að velta fyrir mig kannski ljósið sem Jón var að tala og kannski bara því sem við erum alltaf að velta fyrir okkur fjármagni í safnastarfi en mín tilfinning ég held að það sé nú alveg rétt að við erum fyrst og fremst að vinna með opinbert fé það voru lítið af svona einhverjum einkaaðilum sem að sponsa eða ekki en hversu mikið þurfum við að hafa áhyggjur af hvaðan féð kemur eða hvernig, ég veit það ekki, bara reyna að setja þetta aðeins meira í íslenskt samhengi það sem þú varst að tala Já, ég svo sem kannski veit ekki hversu góður ég í því, ég náttúrulega líka svona pínu utan við safnaheiminn sjálfur, ég ekkert að vinna í tengslum sjálf svona einn dags en þannig að ég var svona meira að hugsa bara þennan valdastrúktúr og auðvitað hafa sko þeir sem að hafa fjármagnið hafa alltaf völd en við sjáum það, við erum í tiltölulega svona þægilegu umhverfi hvað þetta varðar. Þetta að breytast víða. Rússneska dæmið bara dálítið svona grótesk dæmi það. Ég held að við getum séð breytingar. Það sem kannski áhugavert að pæla í svona almennt bara þetta eru svona afturhvarfstímar, það svona backlash sko. Og það á mjög mörgum sviðum. Það efnahagslega, það pólitískt, það félagslega, það í sambandi við réttindi og svo framvegis. Og við sjáum það í sambandi við alþjóðapólitíkina að það voðalega sterkur þessi svona ótti eða sterkur tilfinning að þetta sé varanlegt. Þetta séu varanlega breytingar sem við erum að horfa á í sambandi við alþjóðasamskipti og í rauninni þá möguleika sem að bara mjög lýðræðislega og andfrjálslynd hafa til að ná völdum og vinda ofan af. Og það auðvitað það sem eins og ef við horfum bara á Bandaríkin og þessa frægu Project 2025 áætlun, þá gengur hún alltaf út á það að koma auga á eitthvað sem hefur gengið of langt og vinda ofan af því. Það einhver tímabil sem einhvers staðar í fortíðinni þar sem að hlutirnir fara á verri veg og það þarf að komast og finna þennan tíma og fara aftur fyrir hann. Og þannig að þessi orðræða hún verður rosalega aggressív á sko öllum sviðum og þannig að það ekki umræða heldur þetta átök. En ég held hins vegar sko, það kannski það sem að ég sé svona mjög áhugaverðan vinkil á þessu og það misjafnt. Það hægt að segja sem svo, í alþjóðastjórnmálum, þá erum við kannski að horfa á bara breytingar á það hvernig blokkir og völd virka sem að mun ekkert ganga tilbaka. Það hins vegar voðalega erfitt að ímynda sér að það sé hægt sko varanlega að vinda ofan af réttindabaráttu síðustu áratugum. Þannig að það miklu nærtækara finnst mér að sjá það sem sko raunverulega baráttu þar sem að það tímabundið það sem að gerast. Það sem að aggressjónin hún getur, það ekki hægt að sjá fyrir sér að við séum að horfa fram á samfélag til dæmis sem við erum að lýsa eins og við sáum við hinsegin og LGBT sem sagt það búin að vera hrikalega lög í sumum löndum mjög lengi.
við höfum ekkert mikið verið að tala það, við erum að tala það núna. En það að sjá fyrir sér að við eigum eftir að upplifa löggjöf sem að gengur aggressífa gagnvart réttindum til sko framtíðar varanlega, það erfitt að sjá fyrir sig. Ég held að það stofnanir sem að þurfa að takast á við það eru menningarstofnanir. Og það geta það með því að vera ekki að sko gefast upp eða bakka með orðræðin að segja ok, við verðum að hætta að tala svona því að það vekur svo mikla reiði hjá ákveðnum hópum. Þetta muni verða mikil átök á næstu árum. En ég held að það sé þessi grundvallarmunur sko á alþjóðapólitíkinni og réttindum og réttindabaráttu að það ekkert hægt að sjá fyrir, ok, vissulega maður horfir bara á fjölda fólks, það verða alltaf miklu færri sem eru hinsegin eða sem eru tviti, það alltaf réttindabaráttu minnihlutahópa, þá minnihlutahóparnir séu mjög stórir, en samt sem áður, það eitthvað í grundvallaratriðum ólíkt, það svona sem ég að koma út mér, við réttindabaráttu sem alþjóðleg og sem að getur farið tilbaka tímabundið annars vegar og hins vegar svona breytingar á heimsmyndinni og svona. Segjum til dæmis að Trump takist að grafa svo hressilega undan fjármálum Bandaríkjanna að fólk kaupi ekki lengur bandarísk ríkisskuldabréf. Bara þetta mun valda varanlegum breytingum á skipan heimsins miðað við það sem við höfum haft í 80 ár. Það fer ekki tilbaka. Ef það einustu búið að steypa því, þá stýr það ekki. Það alltaf öðruvísi með réttindi fólks, held ég. Hjördís? Já, mér langar bara að bæta við bæði þetta sem þú varst að segja og svona aðeins við Dúbaí-umræðuna og Katar og allt þetta. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt, já, menningarstofnanir taki utan þessu umræðu og bakki ekki og ég held eins sko að það sé ótrúlega mikilvægt að við sem einstaklingar einnig tökum sko utan fólki í kringum okkur, eins og að fara til Dúbaí, það skiptir máli þá eða að taka utan það og vernda það fólk sem í sendinefndinni sem að fellur inn í þessa hópa til dæmis ef það hinsegin fólk sem að fara að taka vel utan það, vera meðvituð það að þetta raunverulega hætta og já, vissulega hefur ýmislegt sem erfitt að sjá fyrir sér að geti breyst til lengri tíma þegar kemur að réttindamálum en ég held að það sé mjög hættulegt samt að áætla þetta muni fara aftur tilbaka. Það er svo óbúslega mikilvægt að við séum stanslaust meðvituð að vinna hlutina þannig að við viljum halda hennan vörð af því að það er möguleiki á að þetta fara ekki aftur tilbaka, við fáum ekki aftur þau réttindi sem við höfum haft og í fréttum í gær til dæmis var bara það að réttindum transfólks í Evrópu hefur ekki farið svona aftur á síðasta ári, sko í 13 ári, við komum 13 ára aftur í tíma núna síðan frá því fyrra. Þannig að þetta raunverulega mikið og alvarlegt, þannig já. Kannski óþægileg staðreynd með það sem þú varst að segja áðan með íslenska veruleika að það var náttúrulega gagnrýnt að þetta safn var náttúrulega styrkt að fyrirtækjum fyrir hrun, meðal annars banka svo að það má alveg segja að hlutinu upp á þetta bara hluta sögunni. Við getum alveg farið í þessa átt aftur sko, það alveg hægt. Það voru fleiri spurningur úr sal. Okay. Já, vilt þú? Ok. Já, Arna Björg heiti ég. Ég fræðslu- og þróunarstjóri hérna. Ég ætla að vera klapp. En takk æðislega fyrir frábær erindi og kjörkuð. Ég ána með langa hugleiðingu en ég ætla ekki að kannski tefja ykkur á því núna en ég Hólmar orðaði það svo skemmtilega eða vel áðan. Hvenær gerir þögnin okkur samsek? Og mér langar bara að spyrja, þögn í íslenskum söfnum? Ég skal taka þetta til mín aðeins og við höfum kannski oft talað það að við teljum okkur svo langt komin að við þurfum kannski oft að taka afstöðu því að við erum með sammála málin
En þá langar mig að víkja að því að við í Íslands og ICOM Íslandsdeildin okkar hérna gáum nú á dögunum út yfirlýsingu sem undirrituð af flestum safnstjórum landsins til stuðnings hinsegin og transfólki og ætluð að hvetja söfnin til þess að standa vörð fjölbreytileikann. Og þetta í fyrsta sinn svona allavega að mínu viti að svona hefur verið gert hér og mér þótti afskaplega vænt einmitt að langflestir safnstjórar landsins skrifuðu undir þetta og þá eru safnstjórar að taka afstöðu og ég held að við megum bara vera kjarkari í slíkum málum og einmitt gera okkur grein fyrir því að þetta skiptir fólk máli út í samfélaginu sem að sér þetta. En þetta bara svona eitt skref kannski og við þurfum bara að vera meðvitaðir hvar annars staðar við getum gert kannski ekki eins en svipaða hluti til þess að sýna hvar við stöndum og hvaða gildi við trúum á. Þetta er svo góð byrjun, sko, en þetta ekki varanlegt. Þetta Facebook-feedið hjá okkur sem farið eftir klukkutíma. Þegar þetta búið, þá þetta bara búið. Það ekkert sem stendur eftir að þessari samstöðu eða þessari rödd inn í sýningum. Og það vandamálið. Þetta bara markaðssetningin. Passar ekki endilega það sem fyrir innan. Þetta bara hægt svo Má ég aðeins líka segja smá þetta. Ég nefnilega held að við á Íslandi, við búum náttúrulega, við erum alltaf að tala sem einhverju búblu. Við náttúrulega erum í okkur samfélagsmiðla búblu og svo erum við náttúrulega bara í íslensku búblu og svo náttúrulega þessi safna búbla, skilur við. Við erum öll svolítið sammála hér í söfnum á Íslandi. En ég ger mér samt grein fyrir því að við setjum á einhverju tæki, við setjum á verkfæri sem hægt að nota til svo ótrúlega góðra hluta en það hægt að nota það líka til skelfilegra hluta. Ég var bara fyrir nokkrum vikum síðan að ramba þá safn í skógi í Þýskalandi þegar auðvitað gerir safnafólk það rambar bara á söfn í skógum sem var nasismann, þá átti ég með því ég var bara við hliðin á sumarhúsi Hitlers og hvar einmitt það var tala mikið hvernig bara þjóðernishyggja var notuð, bara sagan var notuð, einmitt það var mikið talað samspil við norræna bara hugmyndaarf og ég get alveg ímynda mér það verið gaman að vita, hugrenningatengslin og sögulegu tengslin bara við þess að vinga hugmyndu við bara allt sem var rótað upp þá á þeim tíma, skilur akkur að Wagner svona vinsæll, allt þetta það eru örugglega búið að rannsaka þetta í þaula en við erum bara við erum með fjöreggið, við erum með ef við stöndum ekki keik ef við segjum ekki bara, við ætlum ekki að taka þátt í þessu og það getur vel verið, það getur þess vegna gerst að eftir 3,5 ár verður komin hérna ríkisstjórn á Íslandi sem hinsegin fólki mjög fjandsamleg bara innflytjendum mjög fjandsamleg. Það bara ótrúlegt núna bara, í allir þessu umræði sem við búin að vera hérna núna, við erum að tala alls konar, jaðarhópa sem eru, fá ekki að heyrast í. Við erum búin að vera að tala múslimahatur á Íslandi í mörg ár og við erum bara náttúrulega hægt að tala það, af því að það bara hatrið alltaf að koma meira og meira yfirborðið. Ég reyndar með þá kenningu að þetta sé bara, í raun og veru þessi hópur, hann hefur aðeins stækkað sem hatursfullur, en ég held að hann allt í einu hafi bara áttað sig á því, hann megi æla öll út úr sér. Þegar hann, og allir sé bara, að það sé bara í lagi að segja allt. Og það sé náttúrulega vandamáli og það verður þá normaliserað og svo koma náttúrulega stórir öflugir aðilar í heiminum eins og Trump sem normalisera þetta. Við búum við ótrúlega, tvíhyggju hvað gott og hvað vont. Hverju mótmælum við ekki. Það mótmæli allir innrásinni í Úkraínu.
og það alveg sama hvar það litið, það bara pólitíska levelinu, það bara við sko samfélagsþegnar. Það rosa lítil mótmæli gagnvart sko morði og bara útrýmingu á fólki á Gazaströndinni. Við búum í einhverjum ótrúlega furðulegum heimi og þú veist, á þessum stöðum, þú veist, það að byrja núna í Bandaríkjunum. Hann talaði það við okkur, hann David Anderson, kom kannski aðeins inn á það, þegar við hittum hann við Klara, að hans helsta gagnrýni sem hann lenti í var að hann var að, þú veist, tala og við erum að tala þetta bara í Bretlandi, skilji. Hann var að tala þá, sko, svona sögulega þráð sem var réttur í Bretlandi. Bretland segjum svona Britishness. Þú ert að segja söguna á einhvern ákveðin hátt. Og hann var eitthvað að reyna að benda á það að þú veist, þetta náttúrulega bara saga aðalsfólks, Bretland segjum, valdastrúktúr. Minna hvað með, þú veist, okkur sem vorum bara hérna í Wales og Skotlandi og Írlandi og bara sem bara fengu ekki að taka þátt og bara þekkja ekki þennan raunveruleika. Og það, þú veist, hann fékk gagnrýni fyrir það að vera, þú veist, ég las það einhvers staðar, hann bara, Vogue Museum var bara, þú veist, og það samt alveg nokkur ár síðan að þetta var. Svo við verðum að átta okkur á því að við verðum að standa keik. Og það bara þannig, og menna, þú veist, og það má ekki vera með sjálfsritskoðun, eins og við segir. Þetta bara, þú veist, ef eitthvað orð við að taka frá, þú veist, með í dag, það bara þessi sjálfsritskoðun sem bara alveg rosalega hættuleg. Og nú ég búinn, já. Eins og, já, ég bara rétt að bæta við þetta, að þegar ég tala eins og samsöki þögninni, þá ég einmitt rosalega mikið að hugsa þjóðarmorðið í Palestínu og ég held að við þurfum að þroska okkur miklu betur í söfnunum til þess að takast á við svona mál, þó svo það séu öll að segja okkur að þetta sé fjarlægt og við séum bara lítil rödd hérna einhvers staðar, en við getum verið þrýstingur á stjórnmálamennina hér og þeir geta orðið þá þrýstingur og það einhvers staðar sem að steinin verður að byrja að rúlla. En já, það sem líka gott að við erum held ég að tala þetta hér, að við tölum venjulega ekkert mikið þetta held ég svona í safnasamhenginu eða svona, þetta kannski ólíkt mörgum málþingum sem við erum oft að tala nálagari og svona praktískari mál en að hugsa okkur í heimsamfélaginu og hvernig við getum nýtt röddina betur. Það var spurning hérna, úr það? Já, ég heiti Hlín, ég að vinna hjá Borgarsögusafni og þetta svolítið svona aftur í tímana þegar áður en þið byrjuðu að tala þá var Guðrún að segja að benda á að Facebook-færslur þær lifa svo ótrúlega stutt og þessi Facebook-færsla sem að þú sást hjá Árbæðarsafni að við höfum lært það hjá Borgarsögusafni að þegar við setjum upp færslur til stuðnings hinsegin samfélaginu að við þurfum að vakta þær og við förum yfir kommentin og þannig greinlega já, það sem gerist á kvöldin leiðrétt daginn eftir, skiljiði. Og við tökum skjáskot og við sendum á mannréttindaskrifstofu borgarinnar sem heldur utanum og monitorar svona, eða reynir að hafa puttan á púlsinum hvar sem sagt, hvernig fordómar að birtast. Þannig að það þó að Facebook-færslan sjálfsögðu dugir í einhverja 5 mínútur en þá allavega eitthvað ferli á bakvið sem að við erum við erum að byggja undir mannréttindaskrifstofunni hjá borginni og já, þannig að það svona smá í kringum, skiljiði, hverja færslu. Þannig að þetta hefur verið mjög lærdómsríkt, þetta bakferli, þetta ósýnilega. Og ég alls ekki að gera lítið úr samfélagsmiðlum. Nei, alls ekki, ég skildi ekki heldur þannig. Ég náttúrulega að berjast fyrir því að söfn skilgreini markaðssetningu og það sem setið á netið og samfélagsmiðla sem hluta faglega miðlunarstarfi. Þetta náttúrulega bara miðlun og þetta snýst bara að hluta til að skilgreina hvaða rödd þið eru með þessu söfn og hvernig eðlilegt að miðlunum á ólíkan hátt. Ég var að benda og þetta gott, það þarf kannski meira til. Hérna gott dæmið fyrir svona samstarf og mögulega svona hvernig þetta virkar allt svona saman og
við erum einhvern veginn einn stór lífara líka, að eins og þessi yfirlýsing bara algjörlega frábær og ég mjög þakklátt fyrir hana, en þá kemur til dæmis eins og fyrir samtökin 78, fyrir Trans Ísland, fyrir aktivista, fyrir hinsegin fólk innan safnaheimsins að geta bent á þetta og sagt, þú sem safnstjóri, þú skrifaði nú undir þetta hérna sín tíma og svona þannig getum við, aðstoða hvort annað við að taka ábyrgð. Þannig að það er virkilega, mjög jákvætt. Akkurat. Gjörðu. Ein spurning, Ingibjörg heiti ég sem sérfræðingur í fræðslu deildinni á Listasafni Íslands. Mér langar aðeins að spyrja út í mjög svo áhugavert þar sem að Jón var að tala listamannin í útlöndum og þessa hvort að listin sé óháð eða háð eða geti orðið rödd einhvers og í þessu tiltekna tilfelli sem þú tókst fyrir með Ragnar Kjartansson og hans innsetningu og í þessu safni það að hann skildi pakka saman og hætta í miðjum klíðum hvernig, mér langar aðeins að fá þína svona þitt take á það sko, því það var svolítið svona líka gjörningur í raun og veru og bara gaman að út af því sem þú varst að segja á hann, hvað finnst það? Jú, einmitt, sko ég var nú svona kannski aðeins að reyna að svona sneiða hjá því að kommentera beinlínis á það sem semst hans þátt eða þeirra í þessu, en þetta er ekkert hægt að sleppa því, augljóslega ekki. Ég held sko, ég meina, hann var bara fljótur að hugsa, hann ástæði sig á því að það var ekkert annað í boði þegar þetta gerðist sko, í staðinn fyrir að halda áfram til 13. mars eins og þetta átti að vera. Þannig ég held að hann hafi bara verið fljótur að hugsa og bara gott hjá hann að gera það, en sko kannski sko svona í stóra myndin af því sem þarna gerðist, mér finnst hugtakið normalisering dálítið mikilvægt hérna og ég held að þegar að við höfum svona þessar svona safnleiðtog, hvort sem það eru listrænu stjórnendur eða framkvæmdastjórar sem að reyna til dæmis að afpólitísera söfnin eða menningarstofnanirnar og reyna á einhvern veginn að skilja á milli og segja já, það er hægt að gera þetta og listamaðurinn er bara að gera sitt og við þurfum að forðast að setja því pólitískt samhengi. Það er ákveðin tegund af normalisering, það sé vandamálið og sko þegar við erum að horfa á menningarstofnanir í umhverfi eins og Rússlandi þá er það viðbúið. Þetta er ekki sjálfstæðar stofnanir. Þetta er ekki menningarstofnanir söfn í Rússlandi, hvort sem þetta er fjármagnað af einhvern svona svokölluðum auðkýfingum sem að eiga að hafa einhver áhugamál og vilja prómótera þau, en er í raun fyrst og fremst með ákveðið hlutverk í flóknu samspili við stjórnvöld eða við getum líka talað háskólana í Rússlandi og margar fleiri stofnanir, þær eru ekki sjálfstæðar og þær hafa í rauninni alltaf undirliggjandi pólitíska agenda og þá er það alltaf ábyrgð listamanna og þarna erum við, skiptir ekki máli þetta Íslandingar, það er bara heimsóður listamaður, bara heimsóður listamaður sem kemur inn og hann er fenginn til þess að gera ákveðna hluti og hann er notaður, hann er notaður til að normalisera ákveðna söguskoðun, ákveðin narratív og ég meina það er ábyrgð hans, það er hann sem að bera ábyrgð þessar normaliseringu. Ég held að sko þetta er líka dálítið spurningu þá sem að koma inn í söfnin þetta er flókið samspil sko, ég meina hér erum við þráttur alltaf að tala um sjálfstæðan menningarvettvang og safnarvettvang sem að getur gert með mikið og getur tekist á við þetta rosalega erfiða og aggressíva ástand sko. Þetta sem að ég var að lýsa í Rússlandi er dálítið annars eðli sko, en á endanum held ég að það er rosalega mikilvægt að allir sko, fólk reyna ekki að sneiða hjá því að þú ert alltaf þátttakandi í pólitík og þú ert að samþykkja okkur hluti að tala um þögn sko. Þetta er ákveðin tegund af þögn að fara svo inn í þetta til að segja. En það var fljótt að hugsa þetta. Sko, mér finnst þetta bara skemmtilegur endir samt og gaman að, gott að fólk,
vakna upp líka. Algjörlega, hér önnur spurning, gjör svo vel. Sko ég er bara eitthvað að pæla af því að það er svo sko frískandi þegar söfn gera eitthvað sem er svona pínu pólitískt og svona taka afstöðu eða fletta ofan af einhverju hlutum í einhverju samhengi og nú er ég bara að hlusta útvarpsþátt daginn sem ég gerir mjög mikið af og það er þetta helst og þau eru að tala pophljómsveit íslenska sem er að prómotera þjóðernishyggju og fleira já, bara í rauninu öll þessi sjónarmið sem við erum að tala karlmennsku sjónarmið daginn og þessi hljómsveit heitir Clubbed Up og ég hef alveg hlustað á hana og var ráða hana til starfa líka og svo í þessum þætti að vera að benda á að þessi hljómsveit er að nota mjög mikið þjóðernistákn. Þetta er hljómsveit sem spila mjög mikið fyrir ungt fólk og þátturinn var gerður af því að þeir höfðu verið afboðaðir á 2 ungmenna skemmtanir af því þeir eru með rasisma líka og svona í sinni þjóðernishyggju að þá eru þeir að segja þessi múslima séu komnir hingað til þess að eyðileggja allt og eitthvað. Ég veit ekki, sko, mér finnst sko eins og sögursöfn hafa tilhneigingu til að vera svolítið prúð og kurteis og ekki vera að segja óþægilegu hluta sögunni og til dæmis, þetta getur verið myndlist, þetta getur verið saga af því að myndanotkunin. Ég bara segja, það væri ógeðslega frískandi að sjá meira af pönki á söfnum á Íslandi, þar sem er líka verið pína fletta ofan af líka svona samtíma til dæmis málefnum, eins og þetta er. Og ég fór að tala þetta við syni mína sem eru 18 og 20 ára. Þú veist að þá eru þeir ekkert endilega að kveikja á þessari fánanotkun alltaf þegar að byrja að nota rosalega mikið íslenska fánan í myndum til dæmis hjá hljómsveitum sem bakgrunna þú veist og maður er einhvern veginn ekkert að pæli í svo þetta er bara sætt og fallegt og eitthvað og nema maður hafi stærra samhengi og þá er oft svo frískandi að sjá pönk og þetta er bara einhver pæling og sem ég veit ekki hvort þau verið bregðast við eða hvað. Já. En þetta er þetta líka einmitt áhugavert í þessu samhengi sko, þú veist táknin, hvernig þau eru notuð og einhverjir hópar eigna sér þau sko. Þú veist, eigum við bara að leyfa það að sko einhver svona rasistar taki yfir íslenska fánan? Það var tvennt ég vildi segja og þetta er aftur smá prómó en ég hélt fyrirlestur Þjóðminjasafninu fyrir nokkrum árum sem að hét pönksafnafræði einmitt til þess að tala að maður eigi að hamast svolítið í söfnum fáið stundum að vera aðeins og prúð en ég vildi líka tala glata tækifæri Ég vildi tala glata tækifæri á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins þar sem síðari heimsstyrjöldin fær sirka skókassastærð. Skókassa. Síðari heimsstyrjöldin sem er tækifæri til þess að tala afleiðingar stríðs, rasisma, haturs í garð hinsegins fólks, kvenna, trúarbragða. Það er svo ótrúlega mikið talandi líka kynjahlutverk, hvernig konur eiga að vera, hvernig má komið fram við þar í síðari heimsstyrjöldina hér á Íslandi, þú veitir ástandið. Þetta er svo óhemju magn af umræðum sem að við getum verið að eiga og fær skókassastærð. Það er pínu sama líka og sagan heldur áfram niður í bæ að hún er ofsalega prúð gagnvart öllum þessum vandræðum. Ofsalega prúð. Og ég meina víkingarnir eru til dæmis svona pönksagan, það byrjar þar. Þannig ég bara að benda á hvað allstar eru við of prúð gagnvart þessu. Og þarna er alveg óhemju magn af glötuðum tækifærum. Ég meina, við erum með nýja sýningu sem Árnastofnun er með íslenska menningar sem er misnotaðar alþjóðlega á þennan hátt og það er engin umræða. Þetta er glata tækifæri. Þú veist. Nei, ég er bara á pólitísk og ég veit ekki hvað hlutlust. Það er ekki tríð hlutleysi. Leið og miðlir og takir ákvörðum hverja miðla, þá er þetta með sjónarmið. Leið og þið takir þetta út umræðinni, þá er þetta pólitísk. Þannig að það er ekki vindars. Nei, en á sama tíma líka þá eins og Þjóðminjasafnið, svo ég segi þannig bara líka reynd út, að það hefur eitthvað hlutleysi og ekki fjallað hlutina á hvern hátt, en á sama tíma líka tekin afstæða til dæmis þegar kemur starfsfólki Þjóðminjasafnsins. Nú er ekki ótrúlega langt síðan að ég fekk fregnir að því að starfsfólk hefur meinað að vera með regnboganælu eða mætti eingöngu ganga í ákveðum kynjuðum vinnuklæðnaði og annað slíkt. Þannig að ég held kannski líka þess eftir lagi að líta inn á við að hugsa, erum við í alvörun svona flott? Erum við í alvörunni svona framsækin? Erum við í alvörunni að gera geggjaða hluti? Og ég hugsa svara við því sé oft alveg já. En þetta þarf að vera heiðarleg sjálfskoðun hérna.
Mjög gott, einmitt, þetta og góður punktur með þetta, þú veist, að það að vera hlutlaus, það er líka pólitísk afstaða og þú veist, og ekki sem skiptir mjög miklu máli. Já, ég ætla ekki að tjá mig sem starfsmaður Þjóðminjasafnsins, en það hef ég vola lítið um þetta að segja kannski miðlunina, en ég bara held að sem safnamaður, þá held ég að þetta sé bara mjög mikilvægt að við einhvern veginn tökum afstöðu og pössum okkur að vera ekki alveg búin að dæma eitthvað, þú veist, bara og eigum samtalið, einhvern veginn við bara samfélagið, sko. Bara opnum á það. Þú erum að mæta við? Þú eða þú? Því safnabók sem passív. Ekki að passív. Passív. Passa með að vera prúður. Nei, ég held já að þetta er mjög mikilvægt að við verðum virkari að horfa inn á við og hvar við getum bætt okkur og það er í öllum bara öngum starfsins okkar og það snertir, alla, ekki bara hinsegin fólk, heldur líka með innflytjenduna og þá sem undir högg að sækja á alþjóðlegum vettvangi. Það er að nóga huga. Akkurat, voru, nei, ok, en af því nú erum við að klára tímann, sko, því að við ætlum ekki láta taka tíma frá veitingum, sko. Mér langaði bara að benda á í framhaldið að því sem Bjarndís var að tala að vera flott. Mín tilfinning stundur svo að við skömmumst okkar svolítið fyrir samfélagið okkar eins og við vorum, þjóðmenninguna og mér datt í huga að ég hef oft lent í miklu vandræðum þegar fólk spyr mig bjugguð þið hérna í Torgkom? Já, við bjuggum í Torgkom. Hvar getið þið skoða torpa? Mér langar að sjá hvernig þeir voru byggðir upp. Það er bara mjög erfitt að reyna að finna einhverstaðar torpa til að sýna fólki hvernig við bjuggum. Þú getur sýnt einhverja fornleifa grefti og eitthvað svoleiðis, en það er mjög erfitt að komast bara í. Ég veit að torpa eyðast mjög fljótt og allt það þarf að halda þeim vel við. En það er mjög erfitt að finna einhvern torpa til að sýna. Til dæmis Glaumbær, en það er mjög ríkulegt hús. En það er stórbíli sem hafa varðveist. Já, við erum ekki með heiðabílin eða kotbílin, sko. En reyndar erum við með Sænautarsel sem er svona heiðabíli, en akkur í ósköpunum það er svona ákveðin tilgátu líka, sko. Já, en akkur í ósköpunum byggjum við ekki einhverstaðar torpa. Það er ekki svo flókið að byggja torpa. Jú, auðvitað er það flókið, en það er ekki eins og það þurfum meira en torfu og bara timbur. Akkur byggjum við ekki þannig og sýnum fólki, svona byggum við. Þetta er örugglega eitthvað sem við getum sýnt mjög mörgum. Ég veit að mínir ferðamenn hafa mjög oft spurt mig þetta og ég hef oft lent í vandræðum bara, eiginlega bara hvergi. Þetta er svona næstu erfitt og vikingar. Nei, ég meina, hvað er svona erfitt til torf og timbur? Er það eitthvað? Já, nákvæmlega, skömmi. En að hverju? Já. En ef ég má stinga hérna með þetta, ég held að þetta sé nú bara hluti af vandamál sögunar allstaðar í heiminum. Sagan er ávallt saga sigurvegarana, sagan er ávallt saga þeirra ríku, sem náttúrulega oftar en ekki eru hvítir kallar, en það er nú önnur saga, og þá er sko sagan sögð sem sko það sem gerðist er bara hversdagur sko fólk sem hafði einhver völd í samfélaginu á hverju sinni og það er náttúrulega bara eins og hjá okkur líka við bara höfum svolítið einblínt á það. En ég meina bæði ríkir og fátækir byggu í torfbæjum, það er misvel kannski útbúin. Já, nákvæmlega. Ég er algjörlega sammála þeir sko. Það er algjörlega menning. Já, algjörlega. Akkurat, já, þá held ég að við séum bara búin að tæma mælendaskrá og mér langar til að þakka ykkur öllum kærlega fyrir að taka svona vel þátt í umræðum og þakka ykkur Jón, Kristín, Hólmar, Þóra, Guðrún og Bjarndís kærlega fyrir og þar með bara slítum við þessu málþingi og Takk.